Föstudagurinn 28. nóvember, oft kallaður Black Friday. Var ekki kallað það hérna í gamla dag, en kallaði það núna hér á Íslandi. Því að við erum farin að elta alla, hvað segjum við, svona öll trend frá Bandaríkjum. Svartu nóvember. Svartu nóvember, já. Það er ekki lengur bara föstudagurinn. Þetta er orðin allir mánuður, en eins og það heyrið að þá er okkar besti maður kominn aftur til okkar eftir smá frí. Steindi Junior, við erum með fullan bát í dag. Takk hérlega, ég hérna. Þú ert velkominn. Takk fyrir, það er tökur pása. Já. Höldum áfram að næsta ári og hérna Er ekki fínt ára að koma aftur? Jú, það grínast. Þetta er bara, hérna náttúrulega líður mér alltaf best að vera hérna í stúdíónu á föstum og fara yfir stöðun og má ég aðeins fara yfir þetta Black Friday? Byrju, með hvað? Nei, ég meina, sko, eru þið ekki sammála með þetta, sko, af því að á ég ekki bara að sleppa þessu. Ég nenni ekki að mæta og töða bara. Nú er ég áhuga samverð. Hvað töð Ég er áhuga maður töð. Sko, ég elska bara að hlusta á gott töð. Hvað er með gott töð? Töð? Ok, þú veist, Black Friday. Sem er föstudagurinn eftir Thanksgiving. Já, sem er náttúrulega mjög þekktu dagur og geggjaður dagur, stemningsdagur. Og það er, þú veist, það er bara 80% af, skilur við. Já. Við erum að tala um biðraðir fyrir utan. Jafnvel liða gist í tjaldi, sko. Þú veist, þetta er bara sjónvarp á 5.000 kall, skilur við. Já. En alltaf tekst okkur að vera sveitó, sko. Nú? Við erum ekki með Black Friday. Við erum með svarta nóvember. Nei, þó 1 og 1 fyrir. Er það ekki bara eitthvað 1 og 1 fyrirtæki? 10-15% afsláttur út nóvember. Þetta er það sem við erum að taka Er það Black November? Þetta er það sem við erum að taka út úr þessu. Nei, er ekki fyrirtæki núna að auglýsa eitthvað Black Friday og Ég kannski, en svo ferðu inn í og veist, ok, það er eitthvað fyrirtæki. Ég ætla nú ekki að segja öll fyrirtæki séu með allt lóðrétt, en mörg þeirra eru það bara. Hitt mat, þitt faglega mat. Já, þetta er mitt faglega mat. Og þá ertu hérna, heyrðu, það er bara Jú, það er svörtu vikamaður og allt í gangi, eða Black Friday eða eitthvað. Svo lappar inn í einhverja búð og það eru kannski 10 vörur á okkur afslætti og ekkert annað, skilur við. Þú veist, og svo er þetta gömlu góðu 10%, sko. Já. Þú veist, við getum ekki verið að fara að vinna með eitthvað svarta nóvember, maður. Við erum bara með hennan dag og keyrum verðið niður. En hverjum er ekki saman? Mér? Heyrðu ekki að ég er að töða þessu? Þetta þú ert að koma hérna eftir 2 eða 3 vegna frí. Þess vegna viltu ekki byrja á þessu? Já, bara beinti eitthvað. Ég veit hvað þau reiðan Nei, en þú veist, mér finnst þetta bara lúðalegt að vera með eitthvað. Herru, þú getur bara komið hérna og fengið 15% afslátt í alla nóvember. Já, það er fínt, maður. En ég vil fá 90% afslátt í dag, sko. Þetta verður ekki tröflað mig í 1 sekundu. Eina sem er að tröflað núna er eitthvað ógeðslega kalt. Þú veistlar ekki neitt online. Kaupir einhver á jólagjöflu online. Ég hef aldrei keypt neitt on the line. Það er rosa gott. Og það er bara sönsað. Þú verður bara, þú veist, ég held þú drepist líklega þetta nokkur á. Ég veit ekki alveg hvernig þú ætti að lifa þetta af, sko. Þegar AI tekur við og með physical veski, aldrei keypt neitt online. Það er rosa. Þú verður bara út. Jó, ég hef keypt flug með online, ég gerir það náttúrulega. Er það eina bara Já, ég hef aldrei keypt með föt eða eitthvað dóð. Hvað, ok. Hvað á ég að kaupa online? Jólagjafir. Nei, miklu skemmtilega að fara í búðir. Þú getur keypt í matinn. Þú bara þá, síðan bara kemur bara póki, bara búkja svo vel. Ég er á leiðinni heim, ég stoppa bara í bónus eða krónun, þetta er ekki flóknar en það. Ég get sagt þér það, ég pantaði mig bara til dæmis online í gærkvöldi, sko. Þá keypti ég Ertu að reyna að vera töff hérna? Nei, já, sko, bara svona Þú pantar eitthvað online. Þú ert líka með physical veski, sko. Steindi satt, sko, hann er með physical veski eins og a nerd. En svo er hann sann tækni væddur með þetta. Já, hann er miklu auðvitað, hann er alltaf öðru level en ég. Og svo er hann góður í töluleikjum. Ég var að panta mér á AliExpress í ger. Og AliExpress, það er ekki eitthvað svona hræjótist eitthvað? Já, og ég, sko, það stóð reyndar að ég var að kaupa mér svona, hún heitir, sko, R36S, þetta er 12 sem er með öllum retro-leikjum, skilur, þú getur að spila Nintendo-leiki og Super Nintendo-leiki og Sega-leiki og allt þetta dót, bara sem svo Game Boy, skilur, með öllu. Og ég fæ henni eftir 75 daga. Hvenær er það? Hvað er svona það? Ég bý á Íslandi, ég bý á Eyju. Já, samt er þetta ekki alltaf vika? Hversu stórt er þetta? Er þetta bara stærri bíl? Nei, þetta er bara eins og Game Boy. Það stóð bara delivery. 75 dagar. Ekki hérna, Express Shipping? Það var ekki til boði, held ég. Ég sá það ekki. Svo má ekki gleyma því 28. nóvember, veit ykkur ammali í dag? C. Joe
Cocksucking Joe. Já, Cocksucking Jóhannes Ásbjörnsson, okkar besti maður. Hann á afmæli í dag. Hann hlustar reglulega, við óskum honum minnilega til hann ekki með daginn. Var ekki búið að taka út fyrir þetta nafn? Já, C-Joe svona smekklæra. Þarftu ekki að segja fullt nafn. Hann heitir á Instagram C-Joe. Hann skýrði sjálfan sig Cocksucking Joe. C-Joe, hvað séð fyrir þá? Það er bara eitthvað. Það er verið cocksucking. Það er nákvæmlega sem er fyrir. Hann má ekki það. Hann veit að það er delete að klotturum að skrifa það. Hann er bara beðið að hætta þessu. Hann er sponsi þetta, við getum ekki talað svona sponsi. Viltu missa keila þetta? Hann er kallaður, ég er ekki búið til. Þú ert einu sem kallar hann þetta. Þú bjóst þetta til. Ég mögulega þátti það búið þetta til, ég veit ekki það. Þú bjóst þetta til. Hann heitir þetta, ég bjóð þetta til, bara víst. Með minnið hann bara. Hann er, 46 dag. Helli vel í sig þessu 650 fermetrum hann. Ég get lofa því. Það týnist ekki heima á sér. Hann er að fara að helli þessu á morgun. Ég er að fara í matabóttina þessu á morgun. Shit. Þannig ég er að fara að sjá húsið maður. Skæta hann að fara að taka Double Dragon maður. Er hann að fara í kvöld líka? Double Dragon, já, að taka Station helgi minna. En er ekki Station þristurinn? Já, þarfst að taka Föslausun. En ég meina ef hann er samt í matabóði, máli er að, sko, hann er að halda matabóð. Ef þú ert komin yfir 40, þá er það bara þannig að ef þú ferði eitthvað matabóð fyllir og svona, þá ertu alltaf að fara í 2 daginn eftir. Það fylgir því bara að verða orðin 40. Þá þarfst að fá þig 2 daginn eftir. Til að tengja þá það. Ja, þetta er ekki beint tenging, þetta er bara eins og þú gerir. Þú heyrir í nokkrum og kemur okkur og horfður okkur leik. Ekki verið að setja þetta á mig. Ég kannast bara, nei, ég er nefnilega þannig. Ef ég fæ mér 2 daginn eftir, þá er ég farin aftur á stað, sko. Þá er ég farin að, ég freka tek bara á mig skellum, sko. Ég er með það margt með núna. Ég ætla að rækta vinskapin með Cocksucking Joe. Það núna mikið næsta árið að þegar hann ammali eftir ár og eftir það í þessum 700 fermendur sem hann heimir þá fæ ég en invitation ég var heim í sömu götu, ég get röllt yfir það er smá skellur ef þú röltir að yfir á morgun eitthvað vitandi að sé matabóð ég ætla ekki að röllt yfir að setja og býða mér í hvað ég röllt yfir setjið yfir hvað er það eitthvað rugglað en ég ætla bara núna, nú er ég að rækta hana vinskap og þegar að Cocksucking Joe býður aftur á næsta ári þá verð ég á lista. Þetta er reyndar ekki tengt ammálans. Þetta er einhver mataklúbur hann sem að þetta er hann á ammali. Já, hann á ammali í dag. Ég held að þetta bara hittur svona á. Hefur séð þetta mansion? Nei. 650-700 fermetrar. Ég er bara að fara á það í fyrsta sinn. Getur þú tekið upp the tour? Þú bara tekur síman og bara lappar öll herbyggi sínir allt. Hvað heldur það? Ég hef gaman af þessu content. Hvað er að þér? Ég skal gera það og senda þér. Ok, ég meina það. Ég bara á mig. Og myndur í alvörinu vilja það? Einu sem ég horfa á YouTube, það er svona gæja sem lappir ykkur hús og taka tours, það er einu sem ég horfa á. Bara svona MTV Cribs? Nei, veist, já. MTV Cribs voru þetta gæðing. Í rauninni, já, þannig sé bara svona menn sem farin í hús og gaggrina hvað er gott og hvað er slæmt. Ég vera morgun bara í matabóði og byrja svo allt inn að taka upp síman, fara á live á Instagram og byrja að gaggrina húsins. Þetta er eitthvað korter í mestarlega og segir bara setjó, korter með rauðvinsglas. Svo sötur hann það bara, röltur húsið, tekur alltu. Við sko að langt að hverfi kortir í matabóði. Ég myndi aldrei leyfa þér að gera þetta heimaða mér. Okkur? Bara aldrei í lífun. Og verður að fara að lappum bara húsið sem maður býr í. Bara herri, já, bara ekki sjens. Með öll hús, skilur, það er ekki allt jákvæmt og ekki allt neikvæmt. En það er, herru, það er komið ný tölva hérna, drengi, sjáu það hana. Hún er ekkert eðlilega stór. Er það flókin fyrir þig? Sko, þetta er, þú getur ekki verið þetta núna stendi. Það er eins gott ég sé að sjá þetta. Breytum kerfið sko, það kemur ekki það var komið kerfið sko. Bara með trójahest núna í þess að tölvu. Varst þú ekki tekin á viku námskeið maður læra á þetta kerfið það? Nei, svo er alveg agalegt sko. Jóhanna, hún kann á allt þetta núna. Hún er búin að vera þetta í 2 vikur sko. En betur hvað hérna Ég kann ekki á neitt. Ég kann ekki að taka okkur upp. Ég kann ekki eins og núna ef ég ætti að taka út bara herðu okkur, ætlum að taka upp hérna síðustu innkomuna. Það er ekki sjens fyrir mig. Við gerum það. Í fucking 14 ár. En akkur þú veist, ég meina við líka erum bara ekki þannig. Það er nokkri sem taka upp sína innkomur. Við sitjum með live allan tíma. En sérðu þið bara, þú veist, hvað er á þessu skjá núna? Því að þetta er rísa skjár. Ég veit að þetta er ekkert smá stórt. Ég veit það ekki, þetta buggar mig. Ég meina, hvernig veistu hvað? Þú veist, ég hata breytingar. Núna er allt sem að hérna, sem lögin og það er ógeðslega lítið, bettatinn og það er ógeðslega stórir. Hver gerir þetta? Veistu hvað? Þú ert í ógeðslega vondum málum. Með að því að nú er bara tæknin það hratt sko. Þú ert bara í alvöru veseni sko. Þú ert í alvöru veseni. Nei, ég held að sé að hjálpa mér í 2 sinni. Eða bara 2 börn, fattur þú? Ég meina, hvað þarf þetta að gera þegar vélmenni mæta heim og þú veist, hvernig ætlar það að díla við þetta allt? Ég held að vera dreipin fyrstur sko. Af hverju? Ég veit ekki, bara svona. Nei, heldur í alvörunu að vélmenni myndi drepa fyrst svona eitthvað vitlis, bara eitthvað sem að veit ekkert hvað er í gangi. Það er náttúrulega beint á það sem að vita allt. Það er enda góð mótor til drepa líka síðast.
bara sjá, herðu, þessi gaur bara veit ekki neitt og hann sér ekkert hvað að gerast, þannig að geymum hann. Já, en þú góð búin þú tala ekki mikið við gerðu, þú tekit mikið á ChatGPT að spjalla við gerðugveitin þá. Ég myndi ekki eins og vita hvernig ég ætti að sækja það. Nei, ég meina bara þegar að það eitthvað með mætt heimtíðin og þú veist bara í alvöru við. Ég passa bara að vera kurteis við hana. Já, ef það eins og við rættið í þessum þætti, ef það allir að fara þá bara kem ég með. Það ekkert allir að fara. Það málið, það ekkert allir að fara. Já, ok, bara þeir sem kunni ekki að dölur. Já, ég meina þú bara, sko, það svo mikilvægt að vera aðeins á nótunum. Ég ekkert að segja að þú þurfa að vera forritari, sko. Nei. En bara svona kunna, kannski, þú veist, ég veit ekki, bara fara á, þú veist, Vísi og hvað er kunnið það? Kunna pantist velmenn eftir eitthvað bíla. Þú veist, hvernig kunni ekki að fara á Vísi? Hvað, ok, núna kannski fólk að hlusta sem heldur það og set bara að segja satt. Þetta kann ég frá neti. Ég bara hef ekki áhuga að panta vöru það og mér finnst bara þægilega að fara í bú. Þú veist, þú ítir á alla linka sem þú færið og 3 kreditkort á mánuði í vesen og eitthvað svona rugg. Það sem böggar mig mest núna er að því ég fer í búð, ég þoli ekki þetta að sé alltaf bara 1 kassi. Annars þarfst að fara að gera þetta sjálfur. En þú veist að þessi eini kassi fljótlega hverfur og þú verður bara ég þólið ekki. Ferð alltaf beint á góminn sem að vinna? Já, 100%. En þú fær tölvupóst frá einhverjum bara aðila sem þú getur ekki borið fram nafnið hans og það stendur eitthvað, hey, look at my new page, is the content very good og bla bla, þú bara ítir það. Stendi, hættu þessu. Þú veist ekki, ég veit út mann er í fríi. Hættu þessu. Hvað heldur ég alveg en ég gera það bara? Ég sagði ykkur síðasta skemm og það raunverulegt að það var búið að loka kortinu mínu og það var að rukka fyrir Netflix sem ég held að væri dottu út. En auðvitað átti ég bara að kíkja á Netflix og hvort það væri ennþá hann inni. Þú veist, en það satt góð líkur ef einhver sendir link, það heldur góð líkur og smellir á hann. Endur ég hættu því? Ég hættur að smella linki bara frá skólunum þannig ég veit ekkert hvað gerast í lífi Tedda og Matteo. Nei, það er bara ef að kemur linkur. Ég er ekki eins og að grínast. Ég er ekki að grínast einu sekund núna. Ég íti ekki á linka. Það er bara búið að kenna mig það. Þú byrjaði að útskoða þig frá tækninni svona þannig séð, hægt og rólega. Nei, en veistu hvað? Ég mun reyna. Við þurfum bara taka námskeið bara á skólan. Ég er alveg kent blöð þetta það bara nennir ekki að læra. Nei, en ég veit ekki hvað skemmi verður rosalega. Það er ógeðslega óþægilegt að vera með Mastercard er nýtt. Ég hörðu, það er svona 600 ég er áskrifandi á öllum veitum bara í heiminum held ég og ég nenni ekki að skrá mig af þeim. Það er enda eini kosturinn við þetta sem að þegar ég lendi í þessu fyrst þetta er það pirrandi núna maður alltaf að gera þetta aftur og aftur. Ég er enda ekki verið skemmar í hálft ára eða eitthvað. Það er bara record. Já, sem er bara rosalega tími. Það er ekki út sko. Að ég náði að losa út fullt af shiti sem ég var ekkert að horfa á. Nei. Veist hvað ég meina? Veist hvað, eru þið áskrifundur af Disney? Hvenær farið inn á? Ofta rökkar með okkur, ég ekki hugmyndum. Ég held ég hafi ekki farið bara inn á Disney. Ég fór aldrei inn á það. Þannig að hafa bara fínt að hafa búið að taka út. Svo þess að kannski einu svona ári er ykkur mynd á Disney sem langar að sjá og þá, þetta skráði aftur. Þá er betur bara það áskrifandi sko. Já, þá reynda að kaupa ég það. Já, svona náttúrulega er þetta þannig að þú ert að láta vita og ætlar að hætta. Það er just the way the cookie crumbles. Þú getur volt að gerfi lim í dag líka sko. Hvað kemur það? Nei, bara ég tala tæknina og það sem er hægt að gera. Ég mali það, ég svo lója. Ertu obsessed á þessu? Nei, ég er bara gaman að hvort ertu á samningi á Blöss eða Volt? Ég er ekki á samningi á Blöss sko. Annað er að hlýtur að fara að borga þér. Þú talar ekki annað þessu þætti. Ég fær 0 krónur á Volt og 0 krónur á Blöss og myndi drepa þetta lið að kannski heyri með það. Hvað heldur þú sem búin að segja oft inn í þættinum að þú getur Volt að gerfitilling frá Blöss? Sko, ég þarf ekki að setja derhúan og yfirvararskeggið og fake nefið okkar þú þarf að náður í lim sko. Þannig að þetta er hægileg. Það er að mynda svörtugleirinn og stóra nefið. Ég bara, en málið er það, þú veist að þá getur þú bara að senda þér til posti. Þú veist, ef þú þarf að volta, ég ætla ekki að dæma neitt, en ef þú ert bara það graður að þú voltar titling heimtíðin það er ekki þá ertu bara heyrðu, þú verður bara að býði einn dag sko. Þetta er basically eins og nennir ekki að segja pizzuna hérna. Hvað segirðu? Það er posturinn. Þú veist, þá notar þú postin. Þú veist, ef þú voltar eitthvað þá ertu að fara að fá það bara til klukkutíma skilur. Já. Þú veist, en ef þú ert bara svona heyrðu, já, ég er að spá að fá mér þess að muffu hérna við tækifæri þá bara postar, þá kemur bara postur í eitthvað posthólf. En hitti þægilegt, ekki skutla heimtíðin. Fyrst þægilegt er að ókunnur maður myndir rétta þér muffu og segja bara hún er væntanlega í kassa, ekki það ég hefði pröfað þetta. Ég veit það ekki. Sko, eins og fyrir hérna
aðfangadagstáttin í jóladagatalinu sem ég ætla með kvíði fyrir. Það já, jóladag, talandu það maður. Það byrjar á mánudaginn. Það er bara að byrja, ég er með ásakvíða yfir þessu dagatalinu. Ég ætla ekki að horfa á þetta. Það eru 24 aukaþættir í blöðkastinu. Þið gerist áskrifendur á fn95blöð.is og bara 24 þættir byrjar á mánudaginn 1. des og það er bjór okkar degi. Það er bara fólk að spyrja mig í gufunni sportusinu bara hvernig bara jóladagatalinu, drukki álur svo marga bjóri. Þetta verður óþægilegt. En þá leika máli, fyrir það, þá voltaði ég jólagjöfuna ykkur, því ég ætla að muna ekki hvað ég gaf ykkur þegar þau ætla búin með 24 bjóra Þú kom gjöfin með volta? Ég fekk Gerður, hún voltaði á mig bara, ég eðlaði ekki að lappinni blöss og verstaða drasli ég gaf ykkur hún voltaði bara fyrir daginn þannig að þetta er góð þjónustað þannig ég er búin að volta lim, ég er búin að prófa það en ég gaf ykkur það samt mannst eftir því það? Ég man voða lítið eftir þessu maður, ég ætla bara að vera hreinskilinn það er bara þannig ég á nokkur blackout en þetta er að nýjasta og bara og það er í mynd ég er búin að taka ákvörðun líka það er í mynd svo náttúrulega þegar ég kem heim bara klukkan 10 kvöldið þá er það er til ringvídeó af því, ég ætla að posta það er stúdíó þetta Já, við gerum í næsta stúdíó Þetta er rosalegt maður Þáttin í dag, þá erum við með þekkið ekki drengir, ég náðu að smíða og ég er með góðar, það eru 4 góðar spurningar Ég er peppaði fyrir, það er ekki alltaf sem við náum þessu Við erum með spurningkeppni, Gilsannars, hvað er það með þar? Það eru King of Being Thankful Já, Thanksgiving í gær mitt Gerðu þið eitthvað á Thanksgiving? Nei, gerðu ekkert það var bara take-away matur og sofi Bara kósi Svo var ég með sturla staðrendir, það var svo mikið að vera hérna með hjamma síðasta fösta Ég náði ekki að fara í það, Birgitta Haugdal popdrottning allar að kikið heimsókn til okkar Og svo er Fellow Kids How do you do Fellow Kids verður á sínum stað líka Þetta er alveg herru, mér langar aðeins að gefa okkar langbesta manni smá sjátt í kvöldrengir, það voru Icebox í Kaplakrika, það eru eftir bara þegar við erum búin í þættinum þá er bara hægt að fara og horfa á boxið, stærsta event hinga til og ennþá til nokkri meðar inn á Tix, mjög fáir Tryggja ykkur, við fórum á þetta síðast, það var hrikalega gaman Við náttúrulega fórum inn með bara Elmari tókum hverju svo besti þannig að þetta er hrikalega skemmtilegt og við hvetjum fólk sem er ekki með plöna að henda sér Að líka sjáta á íslenska körfuboltalandslið sem tóku Ítali í gær, fyrsta leikur í undankeppni HM var spilaðar á Ítali og við tókum bara og pökkuðum saman þannig að íslenska landslið í körfubolta er bara orðið alveg lið, það er nokkuð ljóst þannig að innilega til að hafa mikið með það drengir Maður aldrei fara á landsleik með körfunni Já, ég hef farið Hefurðu farið? Já Ég væri til að testa það Það er stemming En ég hef ekki farið á stórmót og það er náttúrulega stórmót í handboltunum í janúar sem maður ætti að fara að skoða, er þetta ekki einhvers staðar nálægt? Já, þú veist að Svanni og Heimi Gunn sem er, bara fara að vera bæjastur í Mósbæ þeir eru búin að pressa mikið það er handboltagrúpa Egill, þú getur sótt í klubbin, það er basically við eltum stórmót Getum við að skoða þetta en ég Steindi kom inn á hér hver er svo besti við tókum þetta í Kaplakrikanum fyrir ekki svo löngu síðan en þetta verður líka tekið í Sjallanum Akureyri það eru enda til miðar en þeir eru fáir ég get lofað ykkur því að það verður uppselt á þennan viðburð þannig að tryggja ykkur miða inn á tix.is Jólaball FM95 blöð í Sjallanum árlegt og það er 13. des og þar verður þetta tekið eins og í Kaplakrika er topp tónlistarstöðin FM 957 Hvað er hann Guð, gott að minna á það svona rétt fyrir jólendringir að hann er svo besti Svona og svo ammali núna eftir nokkra dag Fórum að fólk spila þetta lag vel yfir jólin Já, ekki spurning, þetta verður allavega í Sjallanum 13. des tryggja ykkur miða inn á tix.is Þetta mun klárast, það verður uppselt það sést því að þetta er á betra tempóið í fyrra og þá voru uppselt En fyrir utan það drengir það var bara að rifjast upp fyrir mér og hlusta á þetta lag að þetta er bara besta moment sem ég hef átt á sviði sem skemmtikraftur var þegar við tókum þetta á fermingu FM95 blöð. Já, það var ekkit eðlilega gaman. Það er bara svo líka bara geði, ég meina Saint Peter með okkur, Sverri Bergmann, Dr. Viktor, Stóri, þannig að þetta verður alvöru line-up hérna í Sjallanum og já, bara þetta verður kisslugík, þetta verður kisslugík, við köllum þetta alltaf 1 mile gigi. Það er þannig stemming þar. Já, sum gig eru bara kisslugík og þetta er eitt af þeim. En ég var bara að fara í slúður, drengir, og ég ætla að byrja á okkar besta manni Charlie Sheen. Hann er búinn að vera út allt núna, náttúrulega var heimildamyndin sáu Netflix
Já, hann ennþá inni sko. Ég veit þetta er good shit. Ég er bara búin að eitthvað í hólu. Maður finnur það bara strax á að horfa á sem hann er einn af þessum í Hollywood sem að bara hann er svo kötturinn. Hann á 9 líf. Það er oft talað svo Adam Sandler, Nicolas Cage og fleiri sem að bara eiga einhvern veginn endalaus að sénsa. Það er alveg sagt, skilur við, en hann er samt ekkert í neinu, hann er, ég veit ekki. En er ekki bara að tróa sig ekki hlið bara og ef að Charlie Sheen vill fara aftur í gang og fer hann ekki bara aftur í gang? Hann þurfti að þurrka sig aðeins, ef einhver þurfti að hætta, þá var það hann held ég að sveima. Já, en hann er samt ekkert ennþá í neinu, skilur við. Nei, en það er bara því hann er nýbyrjar að koma sér að bara sína hann sé í lagi held ég. Já, ég skilji. Hann fær alltaf einhvern jobb held ég. En hann er komin á fast, hann er komin nýjan kærasta. Hann er mitt opnað sig á þetta í heimildamyndinu. Einn stærsta ástæðan fyrir að hann gerði þessa heimildamynd núna daginn er að það var búið að vera að blackmaila hann. Hvernig segir maður þetta fyrir íslensku? Fjárkúa. Já, fjárkúan. Því að það voru menn sem hafa búin að vera að sofa hjá sem voru bara að fjárkúan pening að þeir myndi fara með þetta í blöðin. Er það pansexual? Svo hörðu best í leynlökunni Hvað er áttu pansexual? Áttu bara, hrifin á öllum bara sem að, Já, bara ástæðan manneskunni. Já, allavega. Það getur líka verið bisexual. Já. Hann er allavega eitthvað þessu því að hann hefur átt nokkra kærustur gegnum tíðina á núna vist kærasta og þetta er eiginlega eitthvað sem að þú myndir aldrei trúa. Þetta er vist mjög venjulegu gaur sem er í venjulegri vinnu, þannig að hann vill ekki Já, hann er ekki að fela þetta stendur hérna út af því að hann skammi sín fyrir að kærasta, heldur bara að hann vill geta samband fara í sviðsljósi. Og eiginlega hefur aldrei neina trúa því þegar Hollywood-stjarnar byrjar með lagergómlu. Já, það hefur alltaf eiginlega aldrei gerst líka sko. Það stendur hérna sem að heillaði sín var að kærastan hans er bara venjulegu gaur. Hann er hvorki leikari nýja frægur, bara með hversdagslega vinnu. En það getur, sko, það er þetta ótrúlegt sko. En ég verði elda saman, horfa á gamla myndir. Eldaði saman? Já. Og ég var til í meira infóðum en hann kærastan sko. Já, svo á hann örgulega svona $30-40 million sko. Hann segir þetta bara eðlir í vinnu sko. Nei, sko, Charlie sína nóga pening. Ég veit alltaf það. Hann er ekkert að leita pening. Ég held að það sé nákvæmlega að leita einhver svona. Er hann moldríkur, Charlie sína? Það er alltaf eitthvað til. Það fekk einhver $1 million á þátt fyrir 2,5 menn og gerir svona 60.000 þætti. Já, fyrir auðvitað það líka sko hann á víst velast ekki með þetta. Keislan var raunveruleg sko, þannig að þetta er fljótt að fara. Þú misti, þetta er þetta talandu keislu, þetta var keislan eða ekki? Já, þetta var eiginlega bara, hann var lestastjórinn sko, heil lengi. En þú hefði fílað það, ég var með slúðurinn daginn, Steindi, að það gáast sem hann gerði víst á þessari keislu sinni, hann var að kaupa fullt af memorabilia, hann var að safna því. Já, okay. Og það er allt búið hækki verði. Já, það er að sko hann gerði nokkur góð kaup hann í þessu rugli. Já, sko, í rauninni hefði sko, því að nú er Egill náttúrulega mikill hlutabréfa gúrú. Já. Hefði Egill farið frekar og vesla til dæmis bara einhver fyrstu eintökina einhverjum Spiderman-blöðum eða Batman-blöðum eða eitthvað, það hefði verið í rauninni miklu betri fjárfesting. Það er búið að hækka vel. En sko, en núna, það stendur því. Ég elska þættum svona. Það við ekki séð þetta, er eitthvað á Netflix sem vera, þetta er Kobe-búningurinn sem að hérna. Líka gaman að kíkja á Golden hérna og sjá bara, þú veist svona, svona upp á síða. Ég þarf að kaupa mér eitthvað svona. Já, þar á þeirri síðu er reynda bara ekkit undir marga, þú veist, það er bara nokkra milljónir, skilur, hver hlutur, en gaman að fylgst með þessu. En hérna, sko, networthið á Charlie Sheen í dag, samkvæmt Google, sem er ekki með allt upp á 10 vantarlega með þetta, eru $3 milljónir sem gera, hvað er dollarin er? Þetta er $500 milljónir. Já, þetta er 500 milljónir. Já. Sem er náttúrulega alveg sára lítið með hvað hann hefur þjenað líklega sko. Ég samt einhvern veginn kaup ekki alltaf þegar maður googlar eitthvað svona, þá meikar þetta ekki sens, eins og bara George Clooney seldi tequila fyrirtæki sitt á $1 billion og hann er ekki metin á hann held ég 500 milljónir eitthvað. Já, hann náttúrulega væntanlega ekkert 8-1. Nei, eins og hann er með alla bíómyndir já, þetta er oft skrítið. Áætlað á fólk og Já, en fyrir bíómynd, ég held að Hollywoodleikari sé að taka kannski stórt nafn, sé að taka kannski $20 milljónir fyrir bíómynd. Já. Það voru þessar gömlu súperstjörnir, skilur, svo Arnie og Sly og þú veist, og svo Tom Cruise í dag og svona, og Leo, en annars er þetta bara eitthvað no-name leikarar fengnir í þessar myndir í dag. Það er nefnilega góða punktur, ég sá greinum þetta að A-list leikarinnir er að detta út, þetta er svolítið bara handritið sem treystir á frekarinn leikarana. Það er svolítið þannig. En svo erum við með, þetta er, þið vitið náttúrulega, Steindi veit allar hver Sylvester Stallone er, þannig að ég get lofaði því hann veit ekki hver Glenn Powell er. Nei, ég veit ekki hver Sly er. Já, þú veist ekki hver neitt er. Ég veit ekki hver hinn er. Glenn Powell, hann er mjög líkur Rúrik, hann er
ósvipað Sexy Roo. Já, hann talin svona heitasti leikarinn í Hollywood í dag. Bræður, finnst ekki líkir það? Já, þeir eru segir það, þeir eru mjög líkir. En hann og leikonan Michelle Randolph verður sögðu verið að stinga saman nefjum. Þetta er leiðilegt slúð. Hann leik í Twister 2024. Með sexy gæja Hollywood, hvernig það leiðilegt slúð. Ok, takk. The Running Man, ég verið að endurgera Já, það verið að gera Running Man aftur. Ég þarf að taka reynsli, hún mun aldrei toppa. Hún fær ákveðt stóla. Original Running Man, Hún verið aldrei topp, sko málið. Hann var líka í Top Gun. Meni það sagði, ég hættu split. Það var spurðið þessu Arni, hvert fór hann? Ég hættu split og bara tók hann í tvent. Manstu þegar hann kvittaði undir samningin og bakið á hann og stakk pennanum í bakið á hann, veist það? Já. Það var eitt best aðrið síðan. Welcome to the party, Victor, munið þið líka? Ég marg eftir neina. Running Man góð mynd, sko. Já, hann var í endurgerð þannig og þetta náðist víst ástæðan fyrir þetta komið í alla miðla og þau voru að dansa einhvers staðar í Texas, í Austin og það náðist á vídeo og fór á TikTok. Og hann og hver? Hann og þessi nýja kærastan Michelle Randolph sem ávist að vel ég veit ekki eins og hver hún sko. Hún rísandi stjarnar í Hollywood, leik sitt fyrsta hlutverk árið 2017 í sjónvarpsmyndinni House of the Witch. Málega Hollywood so cold. Já, hún í Landman, jú, ég veit alveg hver þetta er ég eitthvað rugglar, þetta svo sem að leikur dóttirinn í Landman. Dóttir Billy Bob Thornton sem var alltaf star á í sundlauginni. Já, og alltaf eins og núna, það komið sería 2 hún er að komast inn í einhvern háskóla. Þetta var sería 2 í Landman. Já, það er ekki Shit, er ég eitthvað rugglaður? Ég hef ekki séð sería. Ég elskar Landman, og ég má taka reynslu á nú 2. Málega það er enginn að pæla mikið í Hollywood núna. Hollywood cold. Nei, Hollywood sucks. Það er ekki góða bíómyndir að koma. Munið það var gaman, þegar dældist einn góða myndir í bíó. Nú er maður bara, hörðu, shit, þetta er góð mynd í bíó. En ertu búin að sjá One Battle After Another? Hún er góð. Já, ég ætla að sjá hana. Þetta er ekki mynd sem myndi fara aftur, eins og því ég svo Demolition Man fyrst getur hugsað, hún var svo 15 sem. Ég er alveg spenntur að sjá hann aftur. Sean Penn er að fara að fá Óskarna fyrir sig. Svo í lokin, þetta fyrir Steinda, því að Steindi sagði við mig í vikun, þetta hlýtur að vera í slúðrunni, en það er mikið verið að rita Ariana Grande og Cynthia Erivo sem að leika saman í myndinni Wicked, heitir hún það ekki? Jú. Og já sko, blaðamannafundir þeirra eru bara skrítnastum sem fólk hefur séð. Það eru orðnar einhverja góða vinkonur og það er bara eins og að sé á sveppum í viðtölunum. Það eru líklega á sveppum, sko, því að sveppir eru so hot right now. Það er fárlega margir á sveppum. Það er fólk að hlusta núna á sveppum, ég lofa henni. Compass Pathways eru að reyna að fá það í gegn, mikrodósið. Já, en þetta, slúður er ekkert meina en þetta. Það eru sko 3 vídeóum af mismunandi blaðamannafundum orðið væral, þar sem að, og ég horfði á þetta er alveg stórfurðulegt, sko. Já, þetta er mikið. Og hvað er það, bara að haga sér svo idiots, eða? Já, þetta er bara, já, það er svo að séu bara út af heiminum. Já, bara, þú veist, brotandi niður og svona. Já, þetta er eitthvað hálffurulegt og báðar orðnar rosalega grannar. Það eru líklega mikrodósa MDMA. Bara já, ég veit það ekki. En þetta var vinsælt í dag. Já, hvað er allt voða hot right now? Ég er bara að segja, ég er ekki að prófa þetta til. Nei, þú býrðu það ekki til. Þetta var góðu slúðupakki. Nei, ekki, það var líka bara fín. Líklega ekki verið betri, ég er mjög gaman að fá hérna Sexy Roo inn. Hollywood útgáðuna Sexy Roo. Já, þú varstu með fyrst þarna, þú varst með góða móla fyrst, eða ekki? Já, þetta var bara frábær pakki. Við skuldum auglýsingar, svo ætlum við þekkið ekki og það er allavega ein spurning núna í þekkið ekki sem ég hlakka mikið til að spyrja drengina, þannig að ekki missa því, fyrir mig það beint eftir auglýsingar. Tónlistarstöðin FM 957. Þetta er sonur okkar og okkar besti maður Aron Kahn hér með eitt gammalt og gott, allt það sem ég var. Þetta lag hef ég alltaf dýrkað. Geggjaður eins og alltaf. Já, en herðu, ég þarf eiginlega að finna hérna núna drengir lið, sko, ég ætla að koma inn á eitt líka áður við förum í næsta lið að desember, ef þú ert ekki áskrifandi að blöðkastinu núna þá ertu missing out því að desember verður stærsti mánuður blöðkastins frá upphafi, þannig að tryggja ykkur áskriftin á fn95blöð.is, við erum með sko það eru jóladagatali byrja núna bara fyrsta des og það eru 24 þættir. Já sko, ég get allavega sagt ykkur það, ég fór hérna í held í Blackout í 12, þannig að þetta er þú varst sko með fyrir sko 10. þætti varst þú eiginlega bara farin. En þú reyfst mestan kjaft, mástu? Ég tók fyrir 0-ara, mástu? Ég sammálaðir og en málega ég er líka búin að segja Margot, ég fór ógetinn, ég átti einhvern einn, bara kenni lítið fyrir. Það fara einu sem enn að tala um að hafa verið veikur. Já, veikur. Hann var með eina komu. Nei, ég var bara poppið veikur. Sér kom vinuðin, Dóri DNA, mástu það hann kom? Já,
Amalinu mínu, 9. Þá varstu í lagi sko. Já, ég var í lagi þá. Þá sagði ég honum að ég var ég átti ekki núlar og hann sagði you used to be somebody sko. Þitt grenjið báður hlátur tvei búlis og mosó sko. Þetta varst þú bara varst að taka núlar að þetta aumingi. Já, þú varstu reyður. Þið báðu Dóra að taka enn eina detailuðu sögu. Þið báðu detailaða sögu. Já, þeir fóruð á samkomuna. Já, en þetta Jóladatali Já, það byrja fyrsta. Svo erum við með litlu jól blökarsins og þau eru núna ekki á sunnudaginn heldur næsta. Það er sunnudagurinn 7. desember og ef þið eru með fyrirtæki eða einhverja vörur að núti sem þið viljið koma í pakkana, við opnum þetta allt í beinni útsendingu og ef þú ert áskrifandi af blökastinu og þá ertu í pottinum og getur unnið alla pakkana, það verður yfir 50 pakkar. Já. En sendið þá á tal@tal.is ef þið viljið taka þátt í litlu jólunum eða þið eru með einhverja, eins og segjum gjafir. Já, og það verður þá líka að vera svona smá, þú veist, við verum ekki einhverja vöru. Já, eitthvað smá pakki, skilja. Þetta má ekki vera bara hérna einn dolla af þessu. Þetta má ekki vera pakki af Winston. Nei, þetta verður að því að við viljum að áskrifendur fá svolítið flotta pakka. Og svo má ekki gleyma því, þetta er gefis auglýsing fyrir þá sem eru fyrirtæki sem eru, við erum ekki að rukka fyrir þetta. Þú bara ert með vöru, bara gefur vöruna hérna, frí auglýsing, allar í Íslandi að horfa á þetta, bestu auglýsing sem þú fengi. Tal.is og svo erum við með. Og ef við heldum þetta að væri búið, þá erum við líka með eins og í fyrra 9 árs bingóið, 1. des. Fjölskyldubingo. Og ekkert betra að gera. Vaknar daginn eftir gamla árs klukkan 3, stillir inn og þá verðum við með 9 árs bingo sem verður stærsta bingoið hingað til. En nú er ég hættur að plugga blöggastinu, tryggja ykkur áskiptinu á fn9.blöð.is og við viljum að setja þetta í gang. Það er prentarinn. Það er prentarinn og annan ykkar, við erum að fara í þekkið ekki, drengir. Hvor ykkar allar að... Ég þarf að pissa. Þú þarf að pissa? Ok. Þetta eru 4 spurningar og það er eiginlega ótrúlegt með hvernig búin að fara oft í þetta. Maður skulle ennþá finna spurningar í þetta. Stundum svolítið líkar örugglega einhvern tímann. Þú veistu hvernig með líður í spurningarnir, sko? Þú ert alltaf með sömu spurningar þar. Þannig ég veit ekkert hvernig líður. Ég er að reyna að vera með 9. Það er munurinn. Herðu, erstu tilbúin? Já. Ok, og byrja þetta á fyrstu bara. Fyrir utan fjölskyldu, vini og heilsu. Það er svona, veist, þetta er maður þakkláttustu fyrir það. Ég hugsaði þetta því á Thanksgiving í gær. Kiftið því út? Já, hvað ertu þakkláttustu fyrir? Og þú mátti ekki segja, já, eins og bara komin á fjölskyldu, vini og heilsu. Já, þakkláttustu fyrir, þetta er nú bara... Já, að ég fíla líka þegar ég er að spyrja ykkur, þá er maður svona að kynnast ykkur aðeins. Já, sko, hugsa upp á því það kannski vel winner eftir, ég myndi segja að ég þakkláttur fyrir það að geta unni við eitthvað sem ég er gaman af. Ok, það er gott svar. Því að þú veist, það er gaman hér og ég er gaman að koma fólk í form. Það er a luxury, því að ég elska íkjátt á lífunu en ég hef ekki sérstaklega gaman að það vera þar, sko. Nei. Í 5+ ár, sko, svo þú á vörð. Já, ég elskaði félagskapin. Já, það er alveg máli. Skemmt fólk, sko, en þú veist, en allavega, já, ég er þakklátur fyrir að geta farið frí nokksunum ári. Getur komið mér á sig klaka. Ég er þakklátur að byrja í gólfi loksins. Hvað var ég búin að segja þetta oft? Eftir áreiti frá þér, Hjöppa og Frúnni og bara, ég heldur mörgum í langan tíma. Og ég hugsaði alltaf, nei, þetta er svo tímafrekt og þú veist, ég trótt þessu gólfi upp í raskataðar. Ég er ekkert eðlilega pirrandi sjálf, maður ekki löngu byrja fyrr. Shit, hvað þetta er gaman. Þakklátur fyrir Símon tölvuna. En nú þarf ég að velja winner. Ok. Af þessu. Og ég verði að velja eitthvað eitt, eða? Já. Ég er þakkláttur fyrir að hafa byrjað í gólfi. Ég fannst eða fyrsta svarið best. Ég veit að ég var að spá að segja það, sko. Ef að gera þannig, ef að segja eitthvað á þessu, hefur verið gýr. Já. Ég ætla að segja að hann að byrja í gólfi að vinna með það sem er gaman. Ég er genuinely þakkláttur fyrir það. Ok. Þá er næsta. Hvaða heimsfrægu konu sæjuru með Steinda ef maður væri á lausu? Þú mætti velja að segja bara Steindi væri heimsfrægur en ekki bara þekktur á Íslandi. Já, bara single. Já. Þannig að hvað svona, þetta má vera söngkona, leikkona, íþróttakona, þetta má hvað sem er. Hvað svona... Já, það er bara lausu, hann er heimsfrægur og það er að vera alltaf eitthvað sem ræðu við okkar mann í beddanum, sko. Það er alveg sem að hugsa um, sko. Það var bara ekki það sem ég var að hugsa um, sko. Þannig að Jenna Jameson Ég hætti þessu. Riley Reid Rory Black Please að koma með alveg. Rihanna er líka svona nokkuð, ég held að hún sé hérna öflug. Rihanna er rámdýrt svar. Hún getur ráðið við okkar mann. Já, ég held að þetta er eitthvað þessu. Ef hann nefnir eitthvað þessu, þá held ég að gefa hann að stíð. Já, þá ætlum ég bara að segja Rihanna. Ég er ekki bara að setja einhverja klámleikonur í þetta. Það er eitthvað bilað. Þannig, ok. Rihanna Rihanna, eins og maður ávist að segja. Þá komum að spurningur sem ég var spenntastur fyrir að spyrja ykkur drengina.
Hvað heldurðu að þú getur stunda oft kynlíf og sólarhring á þínum aldri? Úff, þetta er ríkala spurning, blöður, sko. Hvað heldurðu að sé svona Það er að sitja bara hérna með headphone-in, spyrja spurningu og svo hlærðu bara. Hvað heldurðu að sé svona tala sem þú ræður við? Sko, fættu Ég er 1980. hugsaður með þarna. Ég þarf að sofa í 8 klukkutíma, þá eru 16 eftir. Það eru sólarhring, það ekki? Já, Það þarf pásur, þarna. Eðlilega, það ekki? það ætla ég að vona, annars er ég eitthvað skrítinn. Það eru 16 klukkutímar og þetta er allavega 2 tíma, veist, með pásu og öllu, myndi ég halda 2 tíma sem alveg einhvern veginn minimum, sko. Ég segi 6 skipti. 6 Treysta mér í það. Múndu treysta þér 6-unum? Það er heldur hátaða. Þetta er á sólarhring, sko. Ég sé mestalagi tvíhleipað eitthvað. Þetta er eina sem þú gerir á sólarhring og með eina mission, þú veist, þá alltaf setur þið í stand. Já, maður myndi. Er það ekki? En ertu þá að hugsa og sért með eitthvað aðstóð? Ertu búin að kaupa eitthvað, þú veist, Eitthvað frá einhverja pillur eða eitthvað? Hérna, gervilinn eða eitthvað þannig? Nei, einhverja pillur eða eitthvað svoleiðis geta? Já, þú veist, Þá var þetta er bótið það ekki lægi, þú veist, í rauninni, þannig? Já, ok. Þá geti ég kannski pump up those rookie numbers hjá mér, sko. Þá það næsta. Og síðasta, þetta finnst mér líka skemmtileg spurning. Ok. Hvað er það síðasta sem þú myndir biðja Steinda að aðstoða þig með? Já. Sko, Þannig bara að þú myndir heyri í honum, hann myndir koma að hjálpa að flytja og svona, þú veist, góður gaur, hann geti aðstoð með, hann er geggjað málari, hann vann alltaf að mála. Fyrir utan það. Getur hringt í hann og hann getur mála vegg bara. Svo er hann góður að renni í heitan pott og þú veist. Það er í, Ég veist, skjóta hreindýr, skeina sér. COVID-test, ég geti hringt í hann og ég sagði Steindi, ég er með COVID-testina, getur hjálpa mér. Og hann myndi mæta bara At the time, já. Hann myndi mæta bara svo Dr. Viktor. Já. Hann er okkur betri en Dr. Viktor. En ég er að tala um hvað myndir ekki beða aðstoða. Sko, ég myndi segja þessi Steinþór, hann er góður í flest öllu, sko, einhvern veginn. En ég myndi segja sem Hann trukkast áfram. Hann er ekki, þetta er ekki gæði sem ég myndi hringi í. Ég er með áhyggjur af einhverju og ég myndi þurfa að róa maður niður. Þegar þú veist, út af því að Hann myndi magna ég væri þess með eitthvað, ég finn eitthvað hérna Steindi og ítt undir hérna, ítt á latsan hennar, er ekki eitthvað hana? Og veist, hérna Fyrsta sem hann myndi segja, þetta er ekki eðlilegt, sko. Hvað ertu að gera og ertu ekki búin að nota og það er sko, Hann náttúrulega með heilsukvíða, hann sko. ofhugsar hlutina Já. og svo lítur hann alltaf á worst case scenario, þannig að ég raunir að þetta síðast ekki aðeins sem myndi hringi að þetta róa mig niður einhverjum aðstæðum. Já, það er þetta gott svar. Þannig að- En þú myndir líka ekki heyri honum að hjálpa að koma fólki fór. Nei, eða þú veist, hann er aldrei labbað inn í líkast á ævi sinni, nefnum bara að taka upp skets eða eitthvað. Já, Hann er farið á æfingu, sko. Hann þurfti að létta sig fyrir hlutverkæni og hann fór á hvað heitir þetta? Eitthvað kúr hérna, hvað heitir þetta hérna? Hann fór á Ibuprofen-kúrinn. Ibuprofen-kúrinn, já. Hann bara drakk vatn og tróði sér Ibuprofen. Og borðaði ekkert og fekk hausverk og var þá að taka bara, nei, það er hræðilegur kúr, sko. Herðu, þannig þú segir, byrju, hvað var áttu svarið? Að Já, þú ég myndir aldrei fá er bara aðstofa þar að róa mig niður Já. með áhyggjur af einhverju, sama hvað það er. Hvað sem að segja hérna, veist, ég raunir bara hvaða áhyggjur sem er og þetta er alltaf róaði niður, því að hann mun alltaf einhvern veginn á að spóla áhyggjuna vel upp, myndi ég halda, sko. Þetta er mjög gott svar. Herru, svissaði við hann, ég sé hann ekki hérna. Hún kemur Steindin inn. Fáum hans svör hér. Kemur röltandi með löpan sinn. Hún að raka bartana á skeggi. Jæja. Herðu. Vola voruð þið eitthvað snöggir. Ég, rétt náðu okkur. Já, það var samt svona. Já, Nokkuð þægilegt. Mjög þægilegt. Herru, hvernig erstu? Ég er góður en þú. Ég er góður maður. Ekki? Alltaf búið 10. Já. Þú byrjar að skreita mér þess að. Já, það er tríð komið upp. Ég var búin að lofa stelpunum leið og tökuna kláraðist að myndu skreita tríð. Er ég eitthvað grins? Er þetta ekki fyrsti DS? Það er ekki eitthvað? Jú, þú veist, ég er það líka, sko. En málið er að þetta var bara, ég var bara að lofa þessu. Ég vissi ekki hvað dagsetningu ég var að lofa í rauninni, sko. Nei. Þetta er bara komið upp. Fínt að vera búin að klára þetta bara. Já. En ertu tilbúin? Já. Ok, fyrsta spurning. Fyrir utan fjölskyldu, vini og heilsu, sem eru svona algengustu svörin, hvað ertu þakklátastur fyrir? Bara í lífinu? Já. Man myndi alltaf segja fjölskyldan eða vinir eða heilsa. Ég skil ég. Ég myndi segja ég þakklátur gleruðu mín, ég þakklátur þau. Hvað, gleruðu þín? Bara þú varst ekki að tala um eitthvað hlut. Þú ert aldrei með þau? Jú, ég er alltaf með þau. Horfa á sjónvarpið og keiri og
Steindi, ég er með þér okkur með einasta degi. Ég sé þið aldrei með gleruðu. Ég er alltaf með gleruðu, ég gleymi sem ég er með þau núna. Ég er inn í töskunni. Varstu þakkláttur fyrir þau? Ég sé betur með þau. Miklu betur. Ég er alltaf Fokk, þetta er lélega svar. Ég er með -2 og það var ekkert annað eitthvað sem þú þakkláttur fyrir heldur gleruðin. Retro tölva sem ég pantaði mér í gær. Sem kemur eftir 70 daga. Því ég fæ hana verð ég þakkláttur. Eðla, ég ætla að með eðlu í kvöld. Ég er búin að ákveða. Ég er búin að ákveða í alveg sko. Þakkláttur fyrir hana. Kreifing. Já, ég meina, ég er að hugsa hvaða Doritos tekur með eðlunni? Alltaf epsungulun, cheese. Ekki svartan spæði. Nei, hann er svona gaman að breyta til sko. En ég er svona, ég náttúrulega eðlu maðurinn blöð. Þannig ætlar að segja eðlu og gleruðin. Er það í alveg svarið? Er það í alveg svarið? Já, ég er að hugsa líka, þú veist, ég er náttúrulega að safna. Ég er náttúrulega, já, áriðan KPI Panska, hann, mér þykja vænt um hann. Ég ætla að segja bara gleruðu. Alls konar, og eðla. Já, alls konar skemmtileg sapspjöld, sko, sem ég er búin að vera að safna lengi og alls konar svona skemmtilegt í kössum. Já, en já, jú, ég meina, ég veit ekki, þetta er alltaf. Nei, höfum þetta bara, gleruðu og eðla. Já, veist, það er sem að kalla þetta þakkláttur fyrir. Það þetta svona ánum spotta. Ég hugsa um eitthvað dýbra. Skrítustu sögur sem ég heyrst. Já, mér langaði að segja sófinn, en Matthildur ældi hann daginn og ég svona hef verið hálf feimum að vera mikið í honum búið að djúbrensan sann sko. Ég veit ekki. Til í næstu. Nei, fínustu sögur hér. Ég get ekki stjórna því hvað þú er þakkláttur fyrir. Reyndar rúm, ég kom í nýtt rúm, fekk mér nýja dínu, ameríska, þannig að ég dýrka hana. Já, þetta er komið. Herðu, hvaða heimsfrægu konu sæðir þú Egil með ef að hann væri á lausu og væri heimsfrægur en ekki bara þekktur á Íslandi? Sko Egill er náttúrulega svona business kall. Hann er alltaf að hitta ykkur að kalla og borða eitthvað svona rækjukoktel og hlæja með þeim sko. Hvað er það að hugsa, bara Martha Stewart á það? Já, ég veist sko. Já, svona business kona. Og líka kannski ykkur sem er creator sko. En þetta má vera sko leikona, íþróttakona. Þetta er Oprah Winfrey. Hvað, nei? Jú, Steindi. Hún er business kona. Jú, hvað heldur? Það er að para með Oprah Winfrey. Hún er svona media queen sko. Þú veist, hún er. Já, og hvað heldur að þau verið gott par? Egil Einarsson og Oprah Winfrey. Býtu, þurftu að vera eitthvað gott par? Já. Það er ekki bara par? Já, þannig þú ætlar að para hann við hana? Ég var svona að hugsa um það þá. Ok. Hvað er þetta Oprah Winfrey. Oprah Winfrey? Hvað varst að drekka fram með það? Nei, ég bara segja, hann er. Þessi svörðin hérna, ertu að reyna að vinna eða? Nei, veistu hvað, hann yrði sko að hitta hana. Hann myndi fara allir nú. Hún er svona 20 árum eldur en hann til að byrja með. Hún getur skólaðan til í business. Já, ok. Oprah Winfrey, þá er það næsta. Já, þetta er uppáhaldsspurningi mín í dag. Hvað heldur þú getur stunda oft kynlíf á sólarhring? Svona á þínum aldrei, þú ættir að telja. Mínum aldrei, ég er bara fertur. Já, þú verður 25 ára, það myndi samt segja á þínum aldrei. Það er bara þinn aldur. Ég meina heldur að það hefur verið þá oftar þegar ég var kannski 30. Það var alltaf þannig hjá mér. Sko, já. Maður fengi vantarlega ekkert eitthvað eitt bita þessari bláu töflu þarna sem allir villisingarnir á talum. Það segir bara á. Nei, ég segi svona. Nei, segir bara ánennar. Nei, ánennar, já. Ég minna á sólarhring, þú veist, ég minna þetta snýst þetta líka dagsform og hérna hlera. Nei, ég minna þú veist, ef þetta væri metna, þetta væri keppni. Já. Hvað er svo leiðis? Já, bara, þú ætlar að testa. Þú veist, já. Ég veit ekki, 24 tímar Hlýtur þú þurfa að sofa eitthvað? Já, auðvitað. Já. Áttu svar eða? Nei, ég er að hugsa bara, ég er spákst að ég sé bullandi ofmætti mig sjálf á mig. Ég finnst það líklegt sko. Má ég heyra svarið, það getur sagt þér það. Ég var svona að hugsa hvort maður myndi, af því að það er föstudagur og við erum í gýr. Ég er búin að vera aðeins í burtu og svona. Það ætla ég að henda á þetta 5 skiptum. 5 skipti? Er það? Nei, bara, ef þú treystir þér í það. Já, þú veist, en ég myndi ekki nenna eins og sko. Ég er bara að segja svona gun to my head. Já 5 sinnum. Bara, þú voru bissu við hausinu. Já, þú veist. Segir hún á. Nei, ég er að segja bara, þú veist, bara, maður myndi svo bara vilja fara að gera eitthvað annað líka. Hvað heldur maður væri? Já, bara komið gott. Já, ég meina, er það ekki? Já, við veitum.
Nóan að gera Ég heldur þú væri bara að deyja úr spennu á leiðinni í 5. skipti Nei, Það er ekki hannig það er ekki þannig Alls ekki Nei Það var ekki að gerast Og þetta hanga á sig Var það rögglega Nei, næsta bara Þetta var Fær þetta neðar Ég gæti Habiti, ekki nei Ég gæti þetta rögglega ekki með 5 sinnum Já, mingið dagins það Nei, og hvað er í gangi? Þú sagði 5 sinnum Já, ég er mjög eins með þetta svar Með hvernig þú lætur Þú ert að Ég er mjög Þetta er óþægilegt svar Nei, þú ert 4 árum yngri en ég Það er það næsta Já, Og síðasta Hvað er það síðasta sem þú myndir biðja Egil aðstoða með? Síðasta Já, það fullt sem Egil geti hjálpaði með Ég bara, þú veist Bara svo að baða mig Finnst mér ekki þægilegt Þessi svörðin Hvað? Hann mun ekki fá neitt stig Hvað meina? Þetta er svo að skeina mér? Ég myndi ekki vilja það Hann að Ég myndi ekki vilja að segja Egil að koma að hjálpa mér Núna að skeina mér Það er óþægilegt Ógeðslega óþægilegt En ég er bara að hugsa í lausnum með það Já, ok, baða þig og skeina þér Nei, býtu Sko, hvað er hann lélegastur í? Ég ætla alltaf að setja þetta Man segir eitthvað Hvað ætla hann sé lélegastur í bara, þú veist, ever Veistu hvað það er? Það er að taka símtal Hann ringir ekki Hann vill ekki fá símtal Þú er aldrei að fara að biðja neitt aðstoð með símtal Það myndi segja, herru Egil, anskotin ég eftir að taka 10 símtöl í dag En að taka þetta fyrir mig Þá væri bara svona, hann eftir að klúra þessu með Hann gæti það samt alveg. Já Hörru, ég ætla bara að þú varst með 2 fín svör hana Baða þig og skeina Og ringja símtöl Og ringja símtöl, ég ætla að kalla á okkar mann Það ekki Ólaf finnst mér Mér líður smá eins og ég hef verið að skýta eitthvað í næstsíðustu með hvernig þú ert búin að láta sko Alls ekki, bara ekki neitt Herru, þá er Gilsarinn mættir hingað í stúdíó Og þá þarf að setja hérna upp stigatöflu Steindi Já Ég ætla að byrja á þér Egil Ok Ég spurði Steinda fyrir utan fjölskyldu, vini og heilsu Hvað ertu þakkláttastu fyrir? Hverju svaraði Steindi? Já Hvað ertu þakkláttastu Þetta er ekki sétt sko Já, Þetta er erfitt ég sé það núna, það er ekki mörg stig í dag held ég. Nei, það er þakkláttur bara fyrir þessa hluti Svo varst að telja upp sko Svo er þetta bara eitthvað random shit held ég sko Þú veist, sem skiptir ekkert miklu máli sko Þannig að ég held að þakkláttur fyrir svo PS5 tölvuna sína sko En máli að það skiptir ekki það miklu máli fyrir utan það sem hún lastu Nei, en við þurfum að það sem gerir þetta er góð spurning á Púb sko En þakkláttur fyrir viljuna sko Ég held að það er gaman að labba inn og sjá þessi 40 metra loft hefði alltaf þetta ruggsi mér í gangi hann sko Ég til dæmis haldi að hann væri þakkláttur fyrir það heldur hann sem hann svaraði Fyrir veipgræjuna, svona líka litlu hlutinni sko Það elskar bara með þess að veipgræju, svo veipar hann og heitapottin Þú veist, við fáum átt mynd okkur þegar hann er í honum Ég held að hann sé þakkláttur fyrir hann, peggræjan Og bara vinnan Hann er heppn með vinnu Það er ekkert margir sem vinna við skemmtileg hluti en Steinþór Hróar sko Og hverju svarar hann? Hann er ekki bara að telja skrúur í vörð sko Það er ekki verið að dissa mína menn í vörð sko Nei, ekki okkar Það er mitt besta fólk sko Er ég heitur að nefnst það? Nei, Já, sko ok, þá er það ekki heitur, veistu hvað Þú var? ert þetta heitum Hann er mjög þakkláttur fyrir gleruðum sín og eðlu Hvað er það rugglaður? sem er snakk í tífa Það gleru við, aldrei með þau Nei, fyrir utan það Þetta er dreipað að hafa það áður eins og tvisvar Hann er þakkláttur fyrir eðlu heldur en húsið sitt Ég er þakkláttur fyrir eðlu Þú ert alltaf að segja ég lít út eins og 67 ára komið kona því ég er með þau Þannig að ég lít að vera oft með þau Vistu þú alltaf að segja það Það er hárið þitt Þannig að þú fegst ekki stiga einn Nei, ok En þá sko, máli er að ég sagði náttúrulega líka sko tölva, svona þannig sé sko hann sagði tölva Þá er eiginlega Nei, þú sagði tölva sem varst að panta þér Já, bara, þú veist, þetta var bara tölva sko En ég minna eðla sko, akkur þú ekki bara Þegar ég fer út í búð, Steinþór, kaupum mér eðlu þá vill ég að þú fáir commission Ég er alveg sturlað atriði að þú bjóst þetta atriði til og þú færði ekkert commission Sýstir mín og fleiri voru búin að gera þetta í mörg ár Hann á ekki hugmyndina að Hann á uppskriftinni eiginlega hugmyndina sko Já, ég veit Erum við að ekki gefa honum það? Ef að ég einu uppskriftina af sko Nei, það held ég nú Steinda ekki eðlan Ég myndi alltaf velja það fyrir einhverja aðra eðlu En ég er samt búin að mastera eðluna Ég er ekkert að setja bara rjómaost og salsa og smá og pizza og stig sko. Ég er að dassa hann upp sko. Þú nostrar við þetta? Já Herri, ég spurði eiginlega sömu spurningu Steindi, hvað er hann þakkláttustu fyrir? Ég held að hann sé mjög þakkláttur fyrir þakkláttur fyrir bílinn sinn og hún finnst hann þægilegur góður, hann er glaður með bílinn sinn, Tesluna hann er glaður með hana og ég skil það vel, þetta er bara frábær bíl
Það er ekki stig. Nei, hann fekk alltaf að svara svo mikið. Ok, sorry. Má ég allavega fá sjens hérna? Já, það er ekki stress. Já, þá ætla ég að segja bara, þú veist, hann er ánægði með, ég held að hann sé ánægði með hérna hluti inn á skrifstofunum sinni til dæmi, hann er ánægði með, nei, hann hatar skrifstofunum. Nei, ég hatar ekkert, hún er gluggalös. Hann er ánægði með Þröstu getur verið að hlusta, sko. Hann er ánægði með handlóð, lóð yfir höfuð. Nei, hann er þakkláttur fyrir að hafa byrjað í gólfi og vinna við það sem hann vinnur. Já, ég vinna það sem ég er gaman af. Já. Það er luxury. Tjöfis geta hafi gjörð með gólfi. Og það var, ef ég var í IKEA í dag, þá var ég búin að henda út köllunarkortinu alveg helviti grind, sko. Já, þá farið að vera í fríi heima í 3-4 mánuði á fullu launum, sko. Ég var undir severe kulnun í IKEA á sínum tíma. Ég fekk 0 krónur fyrir það að koma sér. Þetta mæti alltaf dag í vinnuna. Mér fannst það gott svar, að vera að vinna það sem hann dyrkar að gera. Já, það er en mjög auðvitað líka mjög töff að segja bara gleru og eðla. Ég bara, mér datt hitt ekki hug í fljótu. Gleru og eðla. En stráðar, væri þið ekki þakkláttur fyrir að fá betri sjón? Jú. Já, það gleru er allt í lagi. Þú varst aldrei með þau. Þú ert farið í leysirinn líka bara. Steindi, 0-0. Ég spurði Egil hvaða heimsfræði konu sæjuru með Steinda ef hann væri á lausu og væri jafn þekktur allan heim og neyru Íslandi. Hverju svaraði Egil? Ef hún nefndir einu að fara punkt. Ég er ekki í það, jó. Hann er bara, ég ætla ekki að segja svona, sko, náttúrulega maður þekkir ekki þessar konur. En ég gef mér, sko, ég get gefið mér finnst ég verið með ágætt. Þú veist alltaf hvað allar ég get lofað því. Já, en ég er að segja, ég get gefið mér ok. Nei. Já, ég skil. Ég banna hann og ok, gott með svar, það er alveg svara það. Já, með hvernig þið voru að láta þarna, þá veit ég alveg. Ég ætla að segja, ég tel mig þekkja svona þú veist, geta verið með ágættu sens yfir í svona hvaða fólk er skemmtilegt. Já, það er eitt alveg svara þarna. Og ég fór að hugsa svona eins og, þú veist, að því að þú veist, ég gef mér að ég hafi nú valið skemmtilega konu fyrir mig. Þannig að ég er svona haldið kannski Charlize Theron eða kannski Emma Stone eða Jennifer Lawrence, eitthvað svona skemmtilega konu, sko. Já, hvað ætlar að segja? En með hvernig hann er að láta hérna þá ætla ég að segja bara svona Jenna Jameson. Já, hann myndist á hana. Nei, svarið hans var Rihanna. Svarið hans var Rihanna. Já, ég glemti henni. Nei, verðum að gefa hún að Jenna Jameson, sko. Nei, hann náttúrulega fattaði bara því að það var slægjandi svo lítið smábæðin. Hann nefndi öllum, minna miljón leikonur sem Bramsa, hann nefndi eina bara upp á 10. Já. Og talaði sérstaklega. Þetta er aldurinn sem að Já, en heyrðu, hún og hérna sem var í nýju Naked Gun, Taken. Já, Pam Landsson. Já, 2 ára að byrja saman. Já. Var það ekki eitthvað marketing stönd? Nei. Ok. En þú hefði ekki rétt fyrir Rihanna. Það var svona svarið sem ég fekk frá honum. Þú var ekki ekki að menni. Sama spurning, Egil. Hvaða konu sér Steindi þig með? Og mér finnst þetta krefjandi í rauninni. Ég soldi bara sama eins og Stóni, ég myndi setja mig bara á okkur og svona, ég er bara eitthvað myndi ekki setja mig á okkur að gelfu. Ég, svona, það ekki. Ég sé fyrir mig kannski eitthvað svona eitthvað ljósarað huggulega í góðu standi sem fíla gimmið einhvern veginn og tekur próteinshaka og er að velta steinum og Sharon Stone í Basic Instinct, þú veist, en það er kannski ekki það var 94 manneskja í fortíðinni. Já, sko, ég segi og skráðum bara á Margot Robbie. Það var bara verið næst. Nei, herru, það var Oprah Winfrey. Hæ? Veitu, okkur eitthvað sem er Oprah Winfrey? Af því að hún elskar business. Af því hún er skrítast að svara. Hún er sko hún er svo mikil business kona og hún er líka náttúrulega með hún er Oprah Winfrey og hún er líka creator, hún er svona náttúrulega með þætti og svo Egil skaut á 1954 Egil skaut á Margot Robbie en rétt svar var Oprah Winfrey á Steinda. Ég við ekki að ég hef ekki giska á þetta. Ég hef fengið 100 ágiskanir að ég hef ekki ná Oprah Winfrey, sko. En ég veit ekki að það er nóg til þá. Ég get verið snekkjuferðir og allt það. Það er góð punktur. Þú vilt alltaf fjárhagslegt öryggi. Já, þú veist, það er margt sameiginlegt. Þú veist, ekki neitt. Þið getur borgað reikningana. Já. Herðu, það er ekki komið stig. Og ég held að það sé svolítið Steinda að kenna. Oprah Winfrey hana, ég var langt frá það, ég veit ekki það. Ég ætti að fá mínust. Fekk ekki stig á þann? Þú ert ekki komin eitt stig. Herru, hérna getur þetta til. Stjórnar þessu, ég ræði þessu ekki, sko. Egil, ég spurði Steinda. Hvað heldur þú getur stundu átt kynlíf og sólarhring á þínum aldri? Nú bara voru hann ekki logið. Þetta er svolítið þannig. Þetta var sko. Ég setti bara svona gísk, sko. Já. En málið er að vandamálið þetta er að hann er að vinna með 24 klukkutíma. Þegar hann þarf ekki að sofa. Ég sagði hann að þyrfti að sofa.
Ég myndi hann að Ok, já, þú veist, hún er slegald að sofa. Hann sefur lítið. Þú veist, þannig að hann er að vinna miklu meiri tíma ramma en ég í þessu, sko. Ég er með 16 Ég er tíma. ekki einn í þessar aðtöfn. Ég er með 16 tíma klukka. Þú getur unnið með 24 klukkutíma. Já, ef ekki á bara að gefa okkur að við fáum báðið sama tíma. Já, svo hljófstu þannig hálfmarathon. Það er stamína í þér, sko. Ég geti aldrei tekið hálfmarathon. Ég get lofa að ég er svona sprettlöpa kall, sko. Og tókst bara hálfmarathon, bakkar í mark. Ég aldrei séð svona. Ég var hann að tóka á móti þér. Já, það var þetta. En hérna, ég myndi halda að þú gæti svona 15 skipti, myndi ég halda. Hann sagði 5 sinn. Ekki vala stig. Ég ætla að sá sem er nær fær stig hérna. Þannig að það sé allavega 1 stig í dag. 15 skipti, Já, það er bara sko, þá ertu basically á klukkutíma fresti allan daginn og þá ætlum verður að fara að sofa. Það var bara gali svar. Hörðu, félagi minn náði 18 skiptum, sko, og hann er Já, maður tvítuðu kannski þá. bara var ekkert vissend, sko. Steindi, hvað heldur Egill að sagt? ég sko 15 skipti það er rosalegt ef hann er að gíska á það, þá spurning hvað hann er með þá, sko. Ég held að hann hafi gert þarna virkilega, ég held að hann hafi sko verið að segja með enga trú á sér í þessu. Hvaða tölu varstu með í huga? Mér langaði að segja 3 skipti en ég ætla að segja 5 sinum. 6 sinnum. Þannig þú varst mjög nálægt. Steindi er komið stig og bara ein spurning eftir. Helvítis. Og hún er erfið, þannig að við slínir Steindi verið að fara að labba með W hérna. Það eru skemmtilega að blóða þetta en krefjandi. Já, lítið að stigum. Herðu, þá var að síðasta. Egill, ég ætla að byrja á þér. Nei, ég ætla að byrja á þér, Steindi. Ég spurði Egill hvað er það síðasta sem myndi byrja Steinda að aðstoða mig. Hvað sagði hann? Hann sagði hann myndi sko, ég er með tvennt, sko. Það er annarkvort að ég þyrfti að vekja hann, passa að hann vakni því að hann vakna svo snemma, sko. Þú ert helvítis, þú ert líklega að síðast ekki að ég myndi hringja með það, sko. Já, bara heyrðu Steindi, hérna, ég er í vesinni, ég get ekki stilt klukku, getur þú vakið mig bara klukkan 5 í nótt. Eða hérna spotta sig í back, sko. Eða svona, þú veist, að spotta sig í gimminu. Ég ætla að segja það. 2 mjög góð svörin. Hann sagði sem að ég tengi alveg við að þú var síðasti maður sem hann myndi fá til að róa sig en hefði áhyggjur, eins og heilsu áhyggjur eða eitthvað svona. Þú myndi spólaður upp hjá mér. Þyrfti að róa sig niður. Hann myndi hann ekki heyri þér. Þú myndi spóla þær upp hjá mér. Þannig að það var svarað þess. Egill, þú getur jafnað. Já, minnst þetta krefjandi, sko. Ég spurði Steinda sömu spurningu. Hvað er það síðasta sem hann myndi beðið þau aðstoða sem henn? Fyrst var ég að hugsa eitthvað svona að borða hollan mat og hann hatar að borða hollan mat og það vil bara hafa gaman að borða óholt. En síðan samt var ég að hugsa að hann er samt oft aðra við að byrja að æfa og borða holt og þá myndi hann alltaf heyri í mér, sko. Það sé ekki rétt svar, sko. Þú veist, hann myndi aldrei hringið mig að aðstofa að mála eða eitthvað framkvæmdir heima á sér, því hann alltaf síg þar, sko. Og svo myndi hann ekki byrja með aðstofa svo vandrarlega vandamál, eitthvað í beddanum eða eitthvað, því að, þú veist, ég er bara að missa út um mig með blöðrurnar, með hlið, kringluna, stöðumálvörðin, flöskuborðið, baðvörðin, allt þetta, ég missi allt út um mig í þættin. Ég byrju, hvað sagður fyrst? Missi út um mig með hvað? Blöðrurnar? Það var aldrei neitt topic, sko. Það er bara frá þér. Hittir við hluti sem að ég sagði ykkur með stöðumálvörðin og það. Það er svæðilegt að látast að þú hefur að opna eitthvað með blöð. Þú getur ekki að bætin á listan bara einhverju bulli. Þú getur ekki að finna þú að spotta þetta. Hvað er það að segja þetta við þig? Sko, þannig að Mér myndi ekki við með aðstof með það en einhver svo vandralt vandamál, ég geti mistað út um mér, sko. Þannig ég just vissinu með að ég vant ekki svo heitur það. Nei, síðast það sem maður myndi beðja var að hjálpa að skeina sig eða baða sig. Hann er geggjaður að skeina sig, maður. Það var ekki ástæðan, maður. Bara því að það er óþægilegt. Og það ekki aðstof við það, maður. Og svo var þetta baðvörður líka. Og það var ekki aðstof. Svo það var verið pælingi. Þetta sprakk í allir það. Já. Baðvörðurinn og að skeina sér. Þú varst ekki að hugsa þetta þegar þú sagðir þetta. Ekki neitt. Þetta var þekkið ekki innilega til hamingju með sigurinn, Steindi. Hér eftir smástund fyrir við í spurningakeppni Gilsarans og margt annað en við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan. FM 957. Sorry, Egill, plóter eða þú ert að hlusta. Við þurftum bara að lækka þessu lagi. Hvað viðbjóður að þetta, maður?
Men I Need, þetta lag ekki heima á föstudegi þegar fólk í gýr, mánaðamót að þetta á mánudaginn. Er það jólalag eða? Nei, einhver Olivia Dean, þetta bara verri lög sem ég heyrst á þessari stuð. Klippa þess út, þetta ógæslegt. Það er ekki e-mail frá Plötuvelinu Þetta er eitthvað vinsasta lag. Annars alltaf bara góð lög. Þetta er vinsasta lagi á stöðinu sko. Það var í skríti. Það er ekki. Nei, ég veit Ég veit hvað lag þetta er sko. Bara svona basic lag þetta. Já, auðvitað. Það er ekkert þessu lagi en þetta er bara ekki heima hérna í okkur núna á föstudegi. Brjálaði út í þetta lag. Nei, alls ekki. Það væri fínasta lag að vera mánudagur. En talandi jólin og Black Friday, þá er 10% afsláttur af Dynout gjafabréfum í dag. Og við höfum komið inn á hér í þættinum að þetta eru alvöru jólagjafir. Og Dynout gjafabréfin gilda á yfir 400 veitingastæðum land all, líka á hótel. Þannig að ef þið eru að hugsa góða upplifun í jólagjöf að gefa Dynout gjafabréf, þá er 10% afsláttur af þeim í dag á dynout.is, þannig að tekja á því. Takk. Ekki spurning, en við ætlum að fara núna í dagskrárliðin spurningakeppni Gilsarans. Beint og þekkið ekki í hanana. Já, það er við vorum svo lengi á henni. King of Be Thankful. Já, á Thanksgiving í gær. Já, og Steindi, þú ert ekki með kalkún. Þú voru með kalkún. Já, nei, ég fekk með kalkún í hátæðinu upp í vinnu. Það er vel gert. Við fórum og tókum smá fund með hérna við vorum með Patrik Hæmi og Guggu í Gummibát. Það var mjög skemmtilegt. Svo að bara Við getum ekki sagt hverju það tengist, en það er allavega stóru hlutur að fara að gerast á þeim tegum. Já, og svo að bara take away og sofi. En þessu hefur verið 2 ára og Steindu unni í bæði skiptin. Þetta er svolítið, þú ert ekki alveg að finna þessari keppni. Nei, er ég ekki nú þakklátur? Nei, en málið það svo. Hafið verið með svona Thanksgiving eða Friendsgiving? Ég veit einu sinni þá það er blöðpúp böðumir. Já, þú komst og hanga líka Steindi. Já, þetta er skemmtilegt sko. Sér hætti blöðumir þá hefð sko, þannig að ég með ekki búið aftur. Sko eina dæmi er þetta. Ég hefði ótt að hafa þetta árlegt. Þú veist, þetta er samt ógeðslega mikið, maður þarf alveg að vera með rosa tíma, þú veist, þetta taka einhvern kalkun og það þarf að fylla, tróða öllu. Ég veit, þetta er mjög létt fyrir mig að sitja hérna og segja, herru, við eigum að hafa þetta árlegt, því að ég ger náttúrulega ekkert. Nei, svo er kannski Rakel bara marga klukkutíma að preppa og þannig að þetta er svona, maður á að taka þetta annarkvort ár. Já, við þurfum að kannski kveiki í svo næsta ári. Kemur aftur næsta ári. Sko, það var gaman að þú mútið taka þetta í dagblöð þegar það var í 2-1. Já, ég er alveg til að vera King of Thankful. Það er betur en margt annað. Ég meina, þú ert með King of Ógeð og fleira svona. Já, það hefur verið King of Ógeð. Það er ágætt að það sé nú bara í pásu. En þetta er var ekki Steindi með eitthvað stórsigur þar daginn? Nei, stórsigur Stórsigur Hvað vil ég segja þetta King of Thanksgiving. Já, ok. Nei, King of Being Thankful. Ertu þakkláttur fyrir það að vera nauðarleikur 67 ára gammalli konu? Þá væntanlega áttu við mig. Já, tel mig ekki. Ég er kannski líkari 67 ára gammal kallmanni. Já, mér finnst svo sem bara ekkert að því lúki. Ég er fertugur, hann alltaf. Þú veist, ég er að bæta 27 árum á mig. Já, það er bara hálfgestinni. Engin maður sem ég þekki með meira aldurskomplexa, þannig að þetta er aldrei stig sko. Nei, ég er að segja að ég er að fá 27 ára á mig bara á einu bretti. Það er helviti. Þú myndir ekki vilja það? Nei, það er helviti þungt. En svona, þú veist, ég hefði geta líka verið bara lítið út eins og bara skratti eða eitthvað, skilur við. Mér finnst þetta farið, ég hef oft sagt það, mér finnst þetta farið að vera. Já, sko, það er allir að segja mig, þú veitir Steindi huggur mér svo há. En okkur þú alltaf að segja eins og 67 ára gömul kona. Hún er alltaf að segja hvað þetta sé flott. Já, sko. Fólk er farið að tala um þetta út í búðið mig, sko. Ég sverðu að fólk er að segja að þetta sé flott, sko. Já, ég veist ekki það líka. Finnst þú hot, svona, sko? Ég er að fá svolítið líka af 67 ára gömlu konunni, sko, á mig. Þetta er að smita út. Er úlíkandi að henda því? Já, úlíkandi er alltaf á tánum. Ok. Þegar þú loggar hérna á heimbakkan, ertu extremely thankful? Þetta er svo vondspilning. Já. Er það ekki? Já, það er ekki. Blöð tekur alla punktar sem gefur, hann er búin að tapa 2 núna. Hann hefði ótt sagt nei þarna, hann tók hennar punkt. Ég voru náttúrulega átt að því að við verðum alltaf verið öðruvísi hjá mér heimabankana. Ég er þakkláttur fyrir hans ég. Já. Því sem ég er standi. Ekki í alvöru mínus eins og hann hefur verið allt mitt líf. Já, við erum bara þar saman félagarnir. Við höfum verið svona miklir mínusmenn. Þú veist ekkert mikið að þú veist, spyrir hvernig ertu blöð og loggar eitthvað heimbakkur rétti með síma og segja ég er bara svona og eins og Ingo Viðurgerður ammál og ég var Guðmunds. Nei, það er bara síðasta sem ég myndi gera held ég í þessu lífi. Hann væri að rétta einhverjum heimabanka minn. Já, það er skrítið búf. Ég held ég tali nú fyrir okkur báða heimabankandinn er nú ekki alveg það hugulegir, þetta er bara svona allt í lagi.
Þetta þakkláttur fyrir að vera graður. Herru, hvað? Tjóðnar er búin að gleyma hvað þetta er ruglað. Ég fór í 2 vikur bara og ég er búin að gleyma hvað Þetta er ekkert smá kvast. Þetta er rosa. Það er svolítið kvast eitthvað. Þetta er svona reiði í þessu. Hæ? Það er svona Ég hugsa bara að tempo. Nei, ég er ekki þakkláttur fyrir það og bara aldrei hugsa það eitthvað, vá. Ég sé ekki eins og það graður. Ég er bara reynskilu. Þannig að nei, það er ekki never crossed my mind. Erum við ekki að lækka í testa líka? Með árónum. Jó, eðlilega. Þú líka, þú veist, þú er aldrei labbað inn í gym og æfiðinni, sko. Nei, hvað? Já, það vinnur ekki með þér þar, sko. Hjálpa það að testa? Já, að lifta og vera í góðu formi, það hjálpar. En Steindis þetta í góðu standi. En við bumbufólkið, erum við bara ekkert með testa þá, eða? Jú, það er með testa. Það er bara ekki sky high. Færðu stegarnastendi, ertu þakkláttur fyrir hvað graður? Nei. Ég er bara, þetta er alltaf bara ógislegt, sko. Þetta er bara... Þú getur sótt punktar það. Við erum bara á FM, sko. Hvað hefur að vera með heimabankan hlæjandi FM-starfsmennir og alltaf graðir og bara, þetta er ógislegt. Komdu með eðlulega nú. Hvað heldur við bara að við séum þetta? Ég það Celsius. Það er bara þjábúnar, það er 100 blöð. Ég er yfir. Já, ertu þakkláttur fyrir það að slefa alltaf í flugvölum? Nei, veistu hvað, ég er bara mjög fúll yfir því að vera alltaf að því. Auðvitað myndi að vilja sleppa því. Ég myndi að vilja skrýta spurningar. Málið er að ég bara virðist ekki ráða við það að ég slefa þar. Ég slefa ekki svona heima hjá mér. Það er ekki svo í vatni og kottins er blautur. Það er ekki. En hvað gerist það í flugvél? Það er bara stellingin sem maður sefur í. Hún er erfið. Hún er náttúrulega, ég er bara beinn í bakið og það hentar illa að vera beinn í bakið og sefur. Já, mjög, því ég sef með opið munningriðlega sem virðist vera og ég bara, hvað ég segja? Er þetta upprétturunni? Já, þá virðist ég slefa. Þú slefar einhvern veginn bara beint og þú liggur á bakinu, þá slefar einhvern veginn ofan í munnin og ofan í koki og það fyrir ekki á bólinn. Heldur að segja það sé, skilur þú? Takk fyrir þess að nákvæmi lýsingu. Líka sko, hann horfði á því svo að væri að crack the case. Já. Herru, næsta spurning. Þetta var bara eins og hann væri rannsóknar. Hann var fast að okkur og slefa bara í flugvölum. Nei, þú veist ég menn það er bara þetta skiptir mér samt einhver máli. En þú ert ekki þakkláttur fyrir það? Ég er ekki þakkláttur fyrir það, ég er ekki heldur ekki. Þú veist, fyrst að það er ekkert svo gaman. Sérstaklega er alltaf paparazzaða líka, sko. Já, það er bara svo það er. Þetta gerist nú ekkert í öllum. Og svo væral hann á Snapchat, mástu hann að... Nei, einhver stelpa tók myndað smá slefið hann og hún bara... Æðislegt vídeón endur. Sendi á vini sína bara. Já, ég treysti því bara. Ef það er einhver að fljúa með Steinda þið náðu góðu vídeón að slefa, sendið á mig. Hætti þess. Nú er þetta hvetja fólkið, sko. Já, láttu ekki svona. Bara að reyna að fljúa hérna á til, sko, bara kannski einu sinni 2000 ári að fara í flugvél, má ég fá frið? Láttu ekki svona. Nei, ekki gera. Svona er þetta. Ertu það þakkláttur og glaður þegar þú fær nýjan drykk að það stoppa því ekki að pantan eða er látin maður sem er fram að þig? Sko, ég skal gefa þig stigarna ef þú sleppir látnamanninum. Ég er mjög þakkláttur fyrir að fá drykk í flugvél. Það er bara, það var óljós hvað var á honum. Ég spurði flugfreyju hjá Visser is this acceptable þegar það var ekki til áfengi í vélinni. Þannig ég er mjög ánægður fyrir fættri í gólferðina. Já, mest að grill sem ég lendi í. Það var ekki einn áfengur drykkur klukkan 19:30 á föstudagskvöldi, það var ekki til drykkur í vélinn. Ekki einn. Hvernig var spurningin áttur? Já, bara þetta þakkláttur, þú veist ég setjum gæsalega bara á látin maður bara þú fær drykk og þó að það sé, þú veist manneska í algjöru ég er mjög þakkláttur ef ég fæ drykk í flugvél. Hann liði þetta af eða ekki? Jú, auðvitað, hann fekk eitthvað smá aðsvif í 100. sinn. Það sem ég gef blöð þarna er náttúrulega auðvitað er ágætt að geta bara sturta í sig drykk bara því að þetta er náttúrulega sjokkerandi hvað er að gerast. Þú veist, það er náttúrulega maður í einhverju óljósu ástandi að fá súrefni og alls konar. Fækst þú ekki, pantaði þú ekki drykk á sama tíma? Nei, þú pantaði 2. Já, af því að, okkur pantaði 2. Af því að þú þekki mig. Mér skaman fóttur. Nei, af því að þú pikkaði í mig og sagði pantaði 2. Já, ég meina, erum við ekki bara saman í þessu? Svo fáum við ekki bara báðið stig? Jú. Ég ætla að teka mig stig hana. 20 stig þú. Ég væri núna að sjá. Nei, þetta er mér eða ekki. Nei, það var 1-0 fyrir Steinda. Veitu hvað fekk hann stig? Þú er báður að taka stig núna. Ég fekk ekki slefið. Nei, þú varst ekki þakkláttur fyrir það. Hvað fekk hann stig? Þú varst þakkláttur fyrir að vera nöðuleikur heimabankan. Nei, blöð var yfir, sorry maður. Ég var í eitthvað rugglaður. Blöð var að vinna þetta? Nei, ég bara segja bara, ok. Er ekki lægi með mig? Ef við komum til hnígu niður þetta fram í.
taka þetta Þú myndir ekkert hata það ef einhver myndir skjóta á einum jager bara til að díla við þetta Ég mál myndi aldrei biðja um það Nei, myndir ekki biðja um það Nei, ég myndi ekki heldur vilja um það Nei, ég segi ef það væri í lagi Ég var stattur í flugvél í 10 tíma flugi Já, en ég segi ef það væri í lagi með mannskjuna Þú komið í ljósa, hún talar og er bara, heyrðu, á, hvað er klýrða með eitthvað þá var þú bara, Nei, þetta er bara tengt flugvél Já, sammála Herra næsti Varstu þakklátur þegar Skylagún leiði blöðurur ofan í? Missi ekki svona að því Þessi er, já, við vissum ekki að því Það kom bara, þetta voru alla miðla Já, þú sagðir okkur frá þessu Það er bara í útvarpinu Ég var ekki þakkláttur fyrir það, nei Mér gat ekki verið meira saman þegar ég sá það Steindi, nú þurfum við Þú þegar, þú getur jafnað Okkur finnst ekki jafn merkilegt og þér að sjá brjóst Ég held að það sé stað Er það ekki, þetta er bara, er það ekki niðurstað í þessu? Ég heyrist það Já, þannig að þú ætlar ekki að Nei, þetta er bara brjóst Skiptir engum á því Erum öll með þau? Ertu þakkláttur þegar frúin peggar þig? Nei Þetta Það hefur bara ekki gerst Í svona 100 Það þarf ekki peggja að fara að kveðja Peggja er nýjast í þessu Það er nýjast Það er bara alltaf Það er 5-6 árið Nei, maður segja um peggið Þegar ég byrja að tala um peggið þá var enginn á Íslandi að tala um peggið Núna er þetta bara, þú veist, það er allir í pegginu Það er ekkert allir í pegginu Bara, þú veist, ef þú lappar út í búð þá kan segja 200 mann sinni í verslun 175 af þeim er í peggin Nei Þetta var ekkert eðlilega vinsælt Gæti ekki verið í smástund að þú sést að ofmeta þá tölu Alveg 100% Ég held að þú myndir hitta 200 manns í búð Ég veit ekki hvort það náir 5 sem er í pegginu Það eru ekki bylgjan að gera bara könnun Jó, finnst það ekki líklegt Sko, hendi þín á vísi Ef að fá gerði blössi viðtal og segja bara hversu mikið prósenta bara hverju sölu á hverjum degi hjá þér eru peggar Já, ég er alveg til að fá hann í viðtal Þannig að bara svo bara- því þetta Og er ræða ekki Við erum að þeirra vann með þetta hvað þetta er so hot right now sko. Nei, Egill Ég segja það, þetta er bara Það er aðgóðum pegghjón Herru, Fólk ég er sem nú bara bara- pegga hvort annað herru, og ég er talar nú- það í miðlum og Pegghjón? Við þurfum að fá þau líka Þegar í- við byrja aðeins, ég er nú komin bara hérna inn á síðuna Inn á 100 vinsælustu vörurnar Já, það lítur að peggra eða það er ekki Þannig að ég bara get ekki séð eina svona græðu hérna Nei, af því þetta er ekki að vinsælt og Egill heldur Ekki eina Og þá er ég ekki að gera lítið úr Það grínast það Herru, þetta er alltaf á topp 100 Þannig að hún nær ekki þangað Æ, þetta er nú skellur fyrir þig En þetta gæti verið í svo- En kom nokkast eftir að uppfæra síðuna Gerðu það, brjála að gera hann Herru, vann ég þetta? Blöð, þú ert loksins komin á blað í King of Being Thankful Já, ég fíla Það er 2-1. Já, maður afar á þakkláttur Það er spennt eftir ár Auðu þetta Þú ert að jafna þetta. Komið inn á hér nokkur sinnum að miðarnir á jólaball FN95 blöð í sjálfánum 13. des fara hrattan að tryggja ykkur miða inn á tix.is og þar verður þetta lattekinn Topp tónlistarstöðin FM 957 Það er þeirra að hlusta hér á FN95 blöð á FM957 Þetta er að mínum að þetta besta lag DJ Muscle búið fara upp að við Unstoppable og verður tryggja í sjálfánum 13. des Heldur betur Það er bara þannig en eftir eins og Egill kallar það horsing around, það er búið að vera hér spurningkefni Gilsarans og annað, þá er fínt að fara í virtasta liðið FN95 blöð Já, sem heitir Sturlaða staðreyndir Já, þetta eru insane facts Já. og þetta er allt saman satt og þessi liður situr oft á hakanum einhvern veginn, ef það er mikið að gera í okkur eins og við sem alltaf að spóla húnum frá einhvern veginn Já veit ekki hvað það er Já. en Tommi Steindós, hann verður ánæði núna þetta er hans mati besti liður FN95 blöð og vona hans er með síðan einhvers staðar að hlusta Það er líklegt Pottjett Já, kem ekki óvart, það er föstudagur en eru þið tilbúnir? Og eitt af þessu kjaftaði Þannig að bæði þið og hlustandi með reyna að spotta það Fyrsta sturlaða staðarinn dagsins meirilitu hundaeiganda kissa hundi sinn oftar en maka sinn Já Það er sturlu staðarind Kissa hundin Já, þá held ég sé ekkert að vera að tala um eitthvað kynferðislegt Það er bara svona Kannski á hausin Náttu eitthvað að vera að kissa hund á munnin Þú er búin að vera eitthvað í eitthvað rugli allan daginn Kissa hund á munnin Nei, ég er ekki svolítið bara svona feldinn og knúsan og eitthvað Það er svona ekki að tala um munnin Bara svona að kissa hann bara Ég er ekki að tala um að vera bara í einhverju frönskum Nei, ég er ekki að tala um að fara Hundar geta bara verið í þessum franska, sko Nei, ég er að tala um bara þú ert að kissa hundin Já, ég svo Hundur kissir ekki á munnin Nei, bara með vörunum hversu oft, ok, ég ætla að snúða sig við Hversu oft kissir þú börniðin til dæmis? Já, það er bara Ég held að ég sé bara að tala um Mjög svipa Þró að ég er hund Já, ég er að segja, já, þú Það er á hverjum degi Þetta er ofta á dag náttúrulega Já, meira en makaðin Þú áttu öruglega við að þú ert upp í sófa og ert að horfa á eitthvað undir teppi og þetta er bara kósí stemning hundurinn upp í og með hann svona klórunum og klappun og kissir hann svona ón á hausinn Þú ert ekki að kissa hann á munnin Þetta er veldulega hvernig hund Þetta er með svo lítinn hvítan svo Instagram hund Það skiptir einhver máli hvernig hund Þetta er bara Og kissur hann mjög oft En ef þetta er eitthvað 95 kílóa Sheffer hundur Hvernig kissa hann alltaf dagina?
Já, Það er þetta góður punktur, ég held að þessi stóru hundar fá minna að vera með sko. Herru, ég ætla að fara bara í næstu Þetta er eitthvað sem ég tengi við hérna, drengir og ég veit að þið gera það líka. Þú breytir röddinni þegar þú talaði fólk sem þið líka vel við og ég fór strax að hugsa til dæmis bara í gamla dag, þú varst skotin í einhverju stelpu eða eitthvað, þú talaði ekkert eins við hana og talaði við vinniðina sko. En samt er líka vel við vinniðina en þú breytir hann ekkert mikið, þú talar ekki bara eins og Magnús Bóndi Steindi Þú ert bara Ég hef heyrt þig talaði við fólk Ég hef heyrt röddina þína breytast Kurteisisröddin, já Nei, gaman að segja Hvað segirðu? Ekki svona Verður þetta ekki gott? Ég tala ekki svona Aldrei, þú heyrir mig ekki Ég hef heyrt þig bara fyrir gig Verður þetta ekki bara stemming í kvöld? Heldur ég tala ég svona fyrir gig Það er ekki rétt Það er ekki bara stemming í kvöld Þá getur maður alveg breytt bara yfir í Ragnar Eikans eitthvað svona miklu meira Þú verður svona kurteisar í röddinni Já, og bara hlýleri ef það er manneskja sem þið langar að tala við Það er næsta að verða ástfangin gerir þið latari og svo stóð svona í svega allavega í byrjun sambands sem að þetta er svo sem ekkert sturlu staðreind er þetta ekki Svona í svona fyrstu vikur á mánuðunum þá svona ertu bara nýjorðin ástfangin og það er bara spáið því og engu öðru það hefur potið áhrif á vinnu latari svona Þú ert nýbyrjað með einhverju píu sem út bara deyjur ástíður, þú ert alltaf að sendinu og eitthvað Viltu vera meira bara svona í róleitu með manneskinni og vinna að vinna Það er svolítið þannig að svo er það næsta Býflugur kúra saman í risa hópum til að halda sér hita við veturinn Það er krútlegt Það er styrulegt staðrindi á mjög krútlegt Það verður svo kalt Það er svolítið vita bara með öll dýr Hvað meinur? Bara refir og byrnir Heldur þú refir sér allir ykkur hópknúsi? Ég held að dýr Það hefur sér úlfa hópknúsa? Nei, ég held að flest öll dýr Ef þú ert eitthvað dýr í ykkur hólu þá finna þau svolítið svona hvort annað og eru í hóp Það er ekki Það er því bara með aftum bara og þetta er framan Nei, ég meina Já, ég meina þetta sko Þetta make a sense það sem að segja sko Bara svo íspinnir eða eitthvað Þeir eru ekki í þessu Eru þau ekki að ráða einir alltaf Þeir eru eitthvað saman í hóp þar Ættu þessu bulli Þeir eru býflugur Það er ekki wolfpack sko Nei Herðu, High Five var fundið upp 1977 af hafnaboltamönnunum Glenn Burke og Dusty Baker Dusty Baker var að fagna að home run eða hvað segir maður? Hvernig segir home run á íslensku? Home run? Já, það er raun ekkert orðið það Það er heimahlaupi Það er ekki íslensk og lyfti upp höndinni og Baker hljóp til hans og gaf honum high five og þar var high five til og AC Green og Magic Johnson sáu vist innan hafnaboltaleik og gerði þetta a sensation Þannig að high five-ið kom 1977 Það er reyndar 1977 stutt síðan það kom Það var ekki til fram á því high five-ið Nei, sko, páttið til líka á þessum tíma, þá sagður þú give me high five Það var ekki til, það var til þarna Já, þarna fór að trenda það var bara einhverjir cavemen voru að gefa hverjum five og eitthvað svona dót, sko Herðu, ok, næsta Það er ekki samt það Geirvörtuðin eru jafn sjálfgjæður og fingarförðin Það er engar geirvörtur eins Það er notaðar lítið Þú veist, svo fingarförðin eru notuð í allt Hvað eru, opna síman eða Geirvörtur bara notaðar í að gefa brjóst og svo eitthvað kynferðislegt Já, mjög lítið notaðar Já, þú veist, það er mjóktar Viltu að þetta sé nota meira? Nei, bara spá, ef þetta er svona uníka öllum að það væri kannski hægt að vinna eitthvað meira með þetta Ég veit það ekki Bara bera kennsla á lík eða eitthvað Hæ? Ég veit það ekki maður, ég er svo þreyttur Bera kennsla á lík Bara næsta tópik Nei, ég er bara að segja að þú nota fingraförin fullt Já, ok, ef þú ert á hana crime scene þá skilur eftir fingraför það er mjög litla líkur að þú finnir bara geirvörtufarðar Ég veit það Það er ekki að ræna nakin og bara setja geirvörtun á borðið Það er svona að vera sniður allir með svo eftir einhverja kvelvingu eða vera að vinna einhver starra sem að ókslega mikið verðmættir að stimplað inn á geirunni eftir en á þumlinum af því að það er margir sem er að vinna með að taka fremst húðina af Já, það er líka rosa þægilegt að lappa inn með fullt af bankaliði bara að rífa upp og setja geirvörtun inn í Já, það þyrftur að vera fáir með aðgangarna en þú sér að líka þetta er eins og í Demolition menn var að augað Já, síðasta er Það tók bara auga úr honum Ég fæ örgulega 18 boru á mig hérna aftur en síðasta styrlaða staðarinn dagsins geitungar hrækjaði áður að þið stingaði Þetta var eitthvað sem ég vissi ekki
Þannig að það er líka örugglega erfitt að sjá það. Þeir eru svo litlir. Með hljómar er svo manure, getur eitthvað hrækja á þig sko. Já, ok, þá spyr ég hvað er sem manure? Ég myndi segja, það getur eitthvað hrækja á þig, ég myndi teipa á sko. Ég held að ég sé ekki eins og með munn sko. Þeir eru ekki bara með hann að rana. Þeir eru ekki með munn held ég sko. Geitur hvað þeir? Þeir eru bara með hann að rana. Eins og fluga. Það er bara stungu. Nei, þú veist, í andlitinu á þér þá er bara með svona svo langt nef. Já, ég var á síðustu slundu þetta með þetta. Þannig að þetta er rétt sér okkur, geitungar þeir eru ekkert að hekja. Þeir eru ekki með munni. Nei, þetta er ekki. Það er ok. Spura gerðuglindur þessu. Við ætlum að fá auglýsingar. Góðjóngs. Svo ætlum að fá hefa máð. Okkar stærstu og bestu Birgittu Haugdal hingað í spjall. En auglýsingar fyrst. Topp tónlistarstöðin FM 957 Alvöru lag, þarna ferð Elli Egils á vegginn. Þetta er okkar besta neta. En við erum með aðra popstjörni hér í stúdíónu. Það er okkar besta Birgittu Haugdal, bestu velkomin. Takk fyrir, hvað er gaman að koma maður. Já, þú er ekki komin lengi. Nei, það er svolítið langt síðan sko. Heiður að fá þig og fyrsta spurning er alltaf bara hvernig ertu? Ég er bara heldur góð. Já, ertu komin í jólagýr? Ég er óvenju snemma í jólagýr í ár. Ég verð að viðurkenna, er ekki allir þannig. Ég veit ekki hvað það er. Ég er allavega, ég vildi þetta fyrsta des hjá mér. En núna er ég svona viku. Ertu byrjað að skreita á... Ég setti aðeins upp í fyrradag sko. Já, ég var með Thanksgiving í gerð. Fólk er fyrir því. Fólk er búin að kaupa mikið af gjöfum og allir búin að skreita. Þegar Steindi farin að kaupa gjafir fyrir fyrsta des, þá veit ég að þetta er að breytast. Það var eitthvað fílingur, það er eitthvað jólafílingur. Ég er við tréið komið og gjafirnar eru byrjaðar sko. Tréið komið, ok, þú ert alveg komið þanga. Já, sko, það voru alltaf því að Rikki G var búin að skreita pallin hjá sér í byrjun nóg. Já, bara lúkótt. En hann er enda veikur. Það er sérstakt. Það er svona hálflasinn þegar kemur að þessu. Já, en þú veist málið það. Við höfum ætlað að reyna þetta í mörg ár og ég enda alltaf hlaupandum á Þorláki rugli. Ég væri til í að reyna að ná þessu. Bara búin að öll í næstu viku. Njóta bara í desember, það er ógeðslega góð pæling. En sko, þú ert nú með jólatónleika núna í desember og það er Komdu jólin. Komdu jólin á föstudaginn næsta. Nákvæmlega Þetta er ekki árlegt, þetta er eitthvað nýtt eða ekki? Nei, þetta er bara nýtt konsept. Einar Barðarsson, hann kom með þessa hugmynd til mín og langaði að gera svona aðeins öðruvísi jólatónleika heldur en hafa verið. Auðvitað erum við ekki að finna pjólið sko, alls ekki sko. En með svona hóp sem er ekkit vanur að vera út allt á jólatónleikum. Ég er myndið inn og tekst að skoðun hóp. Þetta er rosalegt line-up. Þetta er náttúrulega Birgitta Haugdal, Ella, Jóhanna Guðrún, Jón Jósef, Bergsveinn Arljusson. Það er náttúrulega Beggi. Hann er ógeðslega skemmtilegur. Klara Einars og Gunn Óla. Þetta er alveg hópur. Þetta er ógeðslega skemmtilegur, ólíkur hópur og bara við erum komið geggja prógram og ég er bara ógeðslega spennt fyrir þessu. Já. Og þetta er þetta bara einu tónleikar eða hvað er þetta haldið? Tvenni tónleikar í Eldborg Hörpu næsta föstudag. Þannig að það eru einir sem er snemma klukkan 6 fyrir þá sem ætla að fara kannski í lönns eða fara út að borða eftir á og svo eru seinni klukkan 9:30. Já, 9:30. Sko miðasalinn á tix.is. Já, miða verð frá 4:09. Þannig að það er sko náttúrulega væntanlega eru mismunandi verð á miðum hvar þú situr og svona. Miða verð frá 4:09. Það er helvítið. Það verður bara ógeðslega gott partí. Það er bara að koma að hafa gaman. Það er engar rjómatertur og ekkert of heilagt. Þetta var bara að vera svona bara stemning léttstuð. Og farða á barinn. Þetta er þannig gík. Ég sagði að þetta væri svona blöðrujól. Mér finnst svo lýsandi fyrir þetta. Ég þú svo Egill Sperti erum þarna. Svo verður líka að koma inn á það að fyrsta sem að Birgitta Haugdal spurði okkur komið inn í stúdíu bara hvað er að pekka því að Egill heldur að allir viti það og þetta sé svo hot right now að Birgitta Haugdal vissi ekkert hvað varst að tala. Ég held að trolla okkur hérna og sagði það sko. Nei, ég er ógeðslega glöð að fengja að vita hvað það var. Ég var að hlusta á leiðinu og svo byrja hver fjandinn er að pekka og núna veit ég og fannst þér líka jólulegt og fallegt að vita hvað það er? Jú, ég er rosa glöð. Ég var að vita betri inn í desember. Hringir inn jólinn. En talandi rjómatertur, ég verð að segja ykkur að því að áðan var ég að borða Marens. Ég var með þakkargjörðarboð í gær og það var Marens. Tókstu Friendsgiving eða Thanksgiving? Já, vel gert. Ógeðslega skemmtilegt og ég var að borða einhverja afganga í dag og sullaði á með rjóma því ég var að éta einhverja Marenstertu. Þá mundi ég eftir því, ég veit ekki hvort þú manst eftir þessu Öddi, þegar þú hendi mér í rjómabað.
Já, það er væntanlega verið í ykkur sjónvarpi, svo tökum það fram með hérna strax. Það fyrst að hafa það svona. Hvernig hættur þið byrjum hlutur í rjóma? Það var ekki eitthvað við tvö eftir eitthvað gig, sko. Nei, það var í sjónvarpinu. Það var hérna, þannig að kom svo ógeðslega svona ælulykt af fötunum mínum út af rjómanum. Já, það kemur ógeðslega lykt af þessu. Viðbjóðslega lykt. Og þeir hendur mér, þetta voru strákarnir eða 70 mínútur eða eitthvað. Þið voru með stórt bakar í sjóarsal. Þetta var í strákunum, fullt af þeyttum rjóma. Alveg rétt. Og skoruði á mig að henda mér ofan í baðið sem ég sjálfsögðu gerði. Ég var í margar vikur með ælulykt í hárinu og húðinni. Ég náði þess ekki af mér í margar vikur. Kemur svo vond lykt af rjóma. Hvað bara þegar það þornar? Hvað er maður? Hann er feitur, hann bara festist á þér. Það var ekki sniðugt, sko. Það var ógeðslegt, já. Þetta var svona smá útur. Við viljum bara hafa þetta hann, sko. En sko, við erum að spá í áður að við sleppum þér, Birgitta, að það þurfa allir að fara í gegnum einhverja svona þrauti þegar að koma til okkar. Og við tókum hjamma, við vorum ekki búin að vera með hennar lið lengi og það er giftast, sofa, drepa. Þannig að þú vorst að giftast einum, sofa einum og drepa einn. Við hentum hjamma í þetta í síðustu viku og þá var hann með Dr. Fútból. Við ætlum að taka svona, við ætlum að taka söngvara í kringum Írafár tímabili. Ok, er tilbúin? Og það er nú einn að það syngja með þér á Komdu jólin. Giftast, sofa, drepa, Magni, Hreimur, Jóns í svörtum fötum. Já. Þetta er krefjandi. Þetta er rosalega huggulegur hópur sem gerir þetta mjög erfitt. Þetta er nefnilega flottur hópur, sko. Já. Ég myndi náttúrulega vilja taka það alla, sko. Það er þú veist að ég var ekki gift. Það er náttúrulega, skiljið þig. Það er bara að skilja það allir. Þetta er allt heitir menn. Þetta eru heitir menn. Nei, hérna. Og sko, við breytum þessu oft í að setja hann út í sveit. Hann voru ekki að drepa, hann þarf að búa út í sveit. Eitt sendur út í sveit bara. Já, nákvæmlega. Þá ætla að byrja á hverjum að það myndur giftast. Hver var þetta? Magni? Magni, Hreimur og Jónsi. Sko. Hvað svona kosti leitar það svona eiginmanni út að velta steinum með þessa þrjá? Nákvæmlega. Þeir eru allir svo flotti gaurar, sko. Hver væri best eiginmann af þessum þreim? Ætli við myndum ekki bara giftast Jesús Kristus. Ok, ég ætla að giftast Magna. Giftast Magna? Magnificent. Skemmtilegur. Gott að liggja undir teppi og ræða Rockstar Supernova tímabili. Og hann ennir alveg að fá sér viðkaldan. Ég held að Magni verður góður Býr á Akureyri og eitthvað svona, þú veist. Það væri ábygglega bara alveg geggja. Þá förum við hver myndur þú sofa hjá? Já, þetta er mjög óþægilegt. Já, hver myndir sofa hjá? Er það Hreimur eða Jónsi? Það er svona að kýtla fjæðrir þarna. Ok, ég glöða maðurinn minn er ekki að hlusta núna. Þetta er ógeðslega. Það mun örugglega frétta það. Já, einmitt, það mun örugglega frétta það. Við erum að fara að senda þetta líka á. Já, ég ætla bara að því ég er að fara að syngja með Jónsa og ætla ég bara að sofa hjá hann í leiðinni. Ok, já, þetta var nú draumur og rís þegar við vorum í 70 mínútum. Já. Hún voruð hérna með þetta. Þannig að þú Hreimur fyrir upp í sveit. Því við Jónsi voru kærustu bara í grís hérna í gamla daga. Alveg rétt. Það verður bara að vera svo list. Já, búin að vera kæra og þannig að Hreimur, já, við drepum hann ekki, sko. Nei, hann verður í sveit. Hreimur er gegn. Hann er nefnilega sveitakall, sko. Líka af þessum þrem þá er hann sem svona helst sem getur tekið því að fara upp í sveit. Hann er svínabúndi, sko. Þá er ég meira bara að hann verður ekki sár. Nei, ég sko, máli er að ég náttúrulega, maður alltaf vita hver Hreimur er og svona. Ég kynnist honum í Sian Park á Tenerife, búin með 5-6 bjóra og förum í rennibrautir og það er besti staðan til að kynnast einhverjum á. Ég er búin að kynnast mörgu það, sko. Ég kynnast þetta blöða líka og Sverri Bergmann og Hreim og ég bara, maður eignast bara vini þegar maður fyrir Sian Park. Já. Sérstaklega eftir 4 og 5 og nokkra Baileys. Það er ný Lárubók eða ekki? Heyrðu, jú, ég kom með bækurhandikur. Þeir eru alltaf með krakka á þessum áður. Ég er svona jólasveitni með pakkahandikur. Þau dyrka þetta, sko. Já, ég vona það. Hvað er Lára að snáðast núna í ár? Hvað eru konar marga bækur? Er 26 held ég. Þetta er eitthvað sem gæti orðið þessuna bara svona 500. Þú veist að því að það er bara, Lára getur lent í alls konar vissinni. Lára, nei ég ætla ekki að segja. Já, ekki, en sko Lára er alltaf á sama aldri, þannig að hún mun ekki eldast. Lára fyrir meðferð hún eldist ekki. Hún er pínu svona eins og Maggie og þau í Simpsons. Hún er svoleið, sko. Hún er ekkert að fara í meðferð, hvað er ekki kramið, það verður ekkert svona sem að hún er bara. Það væri rosalegt, agalegt dæmi bara Lára og Snjókoman og ég er að spá hérna, við þurfum að fá þessu kannski til að kroti bækurnar.
svo kveðju á krakkana. Já, ég minni á tix.is komdum jólin tónleika næsta föstudag eins og heyrðu þetta rándir line-up en við erum með reglu hér í F95 Blöð spilum ekki jólalög fyrir en í desember en já, Birgitta og nóa lögum og hér kemur eitt stórkurslegt Þetta er líka partysjó, hún var að segja Þetta er partysjó Takk hérlega fyrir komuna Takk fyrir mig Og já, gangið vel með bæði Láru og tónleikana Hér er lag sem að, já, flestir ættu að þekja Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er þér að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 Okkar besta Birgitta Haugdal farinn og já, þetta lag tengið mikið við 70 mínútur Þetta er alltaf bara rosalegt lag Herru, mér langar að aðeins að koma inn á það Hún er að árita bækur á bókasafni í Garðabæ á morgun klukkan 3 Já, á morgun margir sem að vilja kíkja þangað með börnin að kaupa eina bók og fá áritun Það held ég en það er annars bara komið að lokum hér hjá okkur í dag Við minnum á blökastið á þriðjudaginn og já, minnum náttúrulega líka á jóladagatal blökastinn sem að hefst á mánudaginn Fyrsti DS, það er fyrsti þáttur tryggið ykkur áskrift inn á fm95blö.is Annars drengir, er eitthvað sem þurfum að bæta við hérna? Búið að stemning í dag Við komist ekki, sko málega, við komist ekki í Fellow Kids Nei. Við bara eigum þeirni en ég fekk mikið sent í dag, þakka fyrir það en sko ég er ekki kvíðin fyrir fyrsta DS Ég er ekki kvíðin fyrir fyrsta til 10 Ég held að það verður bara ókslega skemmtilegt Það verður óþægilegt svona eftir 10. Já, dagatali hafur bara viðbjöður eftir 10. Skemmtilegt er það samt að tryggja ykkur áskrift Eigi góða helgi við heyrumst á þriðjudaginn Annars bara næsta föstudag, takk fyrir okkur Topp tónlistarstöðin FM 957